skott, hann ekki með fokkin teina og fuck. Okay. Glæsilegt. Heyrðu, þannig að já, velkomin inn í 5. lótina. Þannig að við ætlum bara að byrja á því, bara Nonni og Biggi, takk fyrir að koma. Þannig að Nonni, hvernig ert þú svona á skalanum? Herri, ég er solid 9,5. Já, viltu kannski segja hlustendum hvað það þýðir? Þetta er einhver skali sem að þú bjóst til og varst alltaf að yfirheyra mig Já. Svo ég best veit. Herri, þú er svona alltaf eins og einhver svona yfirheyrslu lögregla. Mátti taka mikrofónin beinum aðeins að þér. Svona, þarna ertu góður. Sætleti. Bara eins og sért bara... Sætleti. Heitir lagið mér? Já, þú ert mjög góður. Vá. Herri, já, þetta var takk fyrir að kynna mig inn í þáttinn, virkilega vel gert. Eins og hlustendur eru að byrja að fatta, þá þið svona jólagjöf 50 lótunar til Íslands. Right here. Right there. Right there. Það að sjálfsögðu Hákon og Kitty mættir í stúdíóið. Bara litla dúa. Já. Litla dúoið. Það mást ekki gleyma því, ég glemdi að kynna Bigga inn. Þannig að við vorum bara fyrir smástund vorum við að tala það sem er á milli... Biggie. Það sem er á milli lappanans. Það er kvikindi þarna. Byrja að raka, það lítur fyrir okkar dólgur þá, sko. Það sést byrja á, nei, við þurfum að cutta þetta út, ok? Herru, má ég satt hendi inn? Já. Núna, þegar ég takja hana, já, við ætlum að gefa shoutout á þetta fyrirtæki og þetta, þá er að hendin að sér bara fyrir þetta podcast, ok? Já. Hann er meðeigandi svo. Já. Þetta podcast er sjálfsögðu í boði All Around Combat. Já. Ég kom reyndar í jólapeysu frá Next. Já, þannig fórst alveg með það. En þú Hákon? Við erum svona blípa þetta út. Ég held sér Primark. Já, það eru fáið sem að dressa sig sérstaklega upp fyrir þátt. Svona matching. Já, það er svo fyndið sko því að Hákon var eitthvað Kitty, við verðum að fara, ok, byrjum bara áðan, klukkan er svona 4, ég var að rífast hann var að rífast mig og við vorum eitthvað, ég var eitthvað, hvað og ætlaðir að, þú ert búin í kampi og búin með bardagina, ætlaðu ekki að vera meira saman, hann bara eitthvað, já, ég er ekkert að fara að taka upp eitthvað jólamyndband með þér, komdu á æfingu og svo voru eitthvað svona back and forth og svo var hann eitthvað, heyrðu, ég er með hugmynd, bara mætum á æfingu, Nóki æfingu í jólafötum og ég bara fer á í jólaraskantum minn eftir skilur að það var strákur sem beila að gera þetta með mér og við mætum og vorum geggjaðir á hann báðu svona dressar upp svona jóla sko. Nice. Já, vestur að hann á bara eitthvað ógeðslega svartan plain ból minni allir rauðir út í eitthvað skrauti og eitthvað svo ógeðslega vandræðalegt sko. Og svo eftir það hann spurði hann ef ekki vera matching á eftir í podcastinu og hann eitthvað, jú, svo fattaði ég skilur þetta er podcast þetta er ekki myndþáttur þetta er hlaðastáttur svo Þú ert í mynd, sko. Já, ég veit að það er ekki margir sem horfa á svona Hei, ekkert svona Já, ég tek þessu Það er að gera eitthvað grína mér fyrir að vilja Steve Gillaðar mætinga Já, nei, alveg svo Ég og Nonni tjælum okkur alltaf upp fyrir þáttinn, sko Ég er enda tók Ég skilur Ég myndi skilja að Nonni myndi ekki raka sig á neðan og þú myndi raka á neðan en hann raka sig upp og niður, þú ert bara hvorum það er rosa Hver klippið þig? Það er klipparinn Þú ert ekkert að biðja hann að plugga þarna niður, eða? Herri, hann vildi það ekki Ef hann heyri þetta, þá ætti hann að vera bara hann ætti að vera á leiðinni, sko Já. Þakka rakulum saman, sko Veit hverju lendi á hana? Hanna, á þessar æfingu Ég mæti seint og eitthvað svona Hákon vissi ég að koma og svo kemur hann alltaf með kærastunum sína á æfingu sem er náttúrulega bara ekki í lagi og við erum, ég tek eitthvað glímur þarna og svo segir hann eitthvað við mig hann getið, ég veit ekki bara taka glímu ekki að klára þessi hlut og ég bara, jú, segi eitthvað við Hákon eitthvað, hei ég er snerti kærastunina eitthvað svona þannig og hann er þetta okkur gert í og ok, svo tökum við bara glímu og ég var ekki nógu sáttur eftir hana og það, ég var að sýna mig skilja, ég var að sýna henni að hún er ekkert að outlevela mig í neinu svo mikið samkjæmni hérna eiga henni gæja sko svo við förum, bara tökum lót eftir það þá er ég bara all out bara svo er ég bara að sýna henni bara hey, I still own this guy sko hún kom inn í þetta líf og var eitthvað Kitty hugsa aldrei neitt hennan Kitta það er svo leiðilegt skilur Það er erfitt Hvernig er að vera í svona flóknu sambandi, Hákon? Þetta er hrikalegt sko Þetta er orðið fínt í dag sko Þú ert eiginlega orðið bara auðvitað við þægilegt sko Nú er hann að hringja hann sér sko Það var ekki verið lagi Nei, hann er alltaf eitthvað djöflist í kærustunni Nei, hei Býta þess Það er lína hann sko En
En þegar þetta var að byrja, það var alveg vesen, sko. Þau höfðu ykkur þannig. Þetta var ömurlegt þegar þetta byrjaði. Kiddi hringdi í mig, sko. Það var bara svona fyrstu 6 mánuðirnir, það var bara ekki í lagi. Kiddi hringdi í mig, ég var í undirbúningi fyrir febrúar. Þetta ég kom að hitta ykkur strákana. Ég bara, ég lítill í mér, ég ætla bara heima. Og það var bara mega case. Og síðan ok, ég ætla að fara. Og það bara, babe, ég að fara. Nei, það var bara allt í chaosi, sko. En þá vildi ég vera heima og... Þetta var alltaf, sko, ég hringi kannski hann. Og þá var Anna eitthvað, nei, ekki fara! Og svo hringir Anna kannski hann, þá er ég bara eitthvað, nei! Það var alltaf bara, þetta var svona bara reipitók, nei, hvað heitir þetta, reipitók? Já, reipitók bara Hákon, sko, bara ég hélt í hægra höndina og svo hún í vinstri höndina. Hann svolítið svona milli steins og sleggju, heyrðist mér. Já, fallegasta daman á ballinu. Komið tíma að kötta á þetta bæði, sko. Viltu, á ég að segja hann hvað gerst þetta í Wales? Vilt þú segja það? Leið mér að segja. Nei, ég ekki að segja það. Hvað gerst í Wales? Ég frétti samt, sko, við vorum eitthvað aðeins að ræða kökk. Já, vorum að ræða ýmislegt í sambandi við Heiðar, í Garri og fleira og hérna kom bara svona upp á teiningin svona hefur þú verið kökkaður og þá vildið þú eitthvað að tala um Wales. Já, hvað fokkar með kökka? Já, leiði núna stóru strákum að tala. Hanna, já, út í Wales, við förum og fyrst var þetta bara að plana ég og Hákon út en svo bættist Anna við. Bara sjokker. Frábær. Nei, djúk, já, það má ekki gleyma, sko. Anna í rauninni besta vinkonum minn í dag. Þetta var weird. Þetta var ógst. Það er að klippa hana. Ekki setja þetta inn, sko. Þetta var fannleg. Þetta er allt innistrákar. En já, út í Wales, þá förum við á hótelherbergi og það er bara búið að bóka, þetta er bara 1 tvöfaldrúm og 1 rúm út í horni. Og fyrstu nóttina það er náttúrulega, við erum alltaf múin að grínast með eitthvað svona, skilju, hvað gerist, skilju. Svo, fyrstu nóttina... Nei, þetta var nóttin fyrir keppni. Er það? Nei. Jú, en þú sagðir eitthvað, ég vil ekki segja þú varst að vera að keppa. Já, ok. Með minni það, allavega. Þetta var einhverja nótt. Þegar að við erum svona öll komin í beddana búið að slökka á öllum símum og öllum tækjum og það er orðið bara ró. Ég kom svo á sænginni yfir mig þegar Hákon snýr sér við að henni og segir, bara hvíslar að henni bara, Anna, nenni að sjúga mig. Og ég fæ bara svona, hvað ég gera á ég láta þessi vakandi, á ég hreyfa mig og svo var ég bara, ég ger bara ekki neitt. Og svo svo við bara... Nei, pæli í þessu. Bíddu. Hversu vangi? Bíddu. Mér veist þú hans er djarfur. Já, bíddu. Leið þú honum að klára? Já. Næstu 2 tímana er ég bara eitthvað, ég heyri allar hreyfingar í sænginu og ég bara svona, hvernig á ég að haga mér og þetta var svo fucking grillað. Já, leið mér að útskýra núna. Getur þú sagt hvað gerist á þessum 2 tíma? Já, ég sofnaði það sem gerðist. Sko, það sem gerðist nákvæmlega er... Það er enda að vinna. Nei, þetta er hrikalegt, sko. Af því Kiddi líka sagði mér þetta ekkert nema bara eitthvað viku seinna eitthvað. Þetta var hræðilegt. Ég sem gerðist var það að við erum að sofa í sama rúmi og ég ég svona snýr mér, skiljið, þannig að hún snýr, frá einhvern veginn og ég með hendin yfir henni og ég bara, þetta er bara vani, ég segi þetta, ég kem alltaf snýr mér, setja hendina við, nú fá bara allir að vita þetta og ég segi síðan, ég ætla að snúa við þannig ég snýr mér, skiljið, bara við og þá heldur hann bara ég sé að biðja hann eitthvað. Já, þetta var sko, Anna, ég ætla að snúa mér eða Anna, viltu sjúga mig? Þetta er svona, þið er á tæpum stað, sko. Ég held að Hákon sé að plata, sko. Ég held að hann sé eitthvað að reyna hérna. Náni, horfðu á þessu mynd, skilju. Það eru 20 konur hann, sko. Stelpur. Já, ég Hvað varst að gera með hann dúsk? Í hvað varst að nota hann? Mjög fallið það að vera að koma, sko, færandi hendi með einstaklega ljóta mynd af mér. Mér finnst hún lýsið þess að vera, þessu karakter. Já, ég sé svona rángauður með Túborg grænan eitthvað að skála út í loftið á átó. Já, ég var svo gaman þegar ég sá þetta. Já, Nú skipti Heiðar myndaður og þannig að YouTube áhörundur fá að sjá þessa. Mér finnst það falleg mynd, sko. Hún lífgar upp á stúdíu. Hey Cook, do your job, man. Láttu Jamie fá myndina. Jamie, pull that up. Jamie, lift that up. Já, þannig að glæsileg mynd. Ég vissi sko þegar við komst með pakka og svo opnaði núna þá er ég bara, þetta er ykkur viðbjóð. En svo var þetta bara ógeðslega falleg gjöf. Já, hrikalega flott mynd. Hún er góð hérna hliðin á hinni myndinni. Já, þetta er sko líklega næst versta mynd af mér sem var tekin þetta kvöld og já, næst versta mynd sem var tekin af mér bara á þessu ári held ég bara. Það er 3. versta.
Mér finnst líka svo fyndið því að þú komst alveg klæddur í podcastið. Þú varst í rauninni bara, þú komst í nótt, þessi myndi tekin í nótt. Já. Ertu ekki búin að fara heim eða? Nei, svo fór ég bara eins í vinnuna og svo beint í podcastið og ég bara í sömu fötunum og ég var hérna á átó. Hvert settir það húfuna? Hún bara hérna ekstra á bakvið. Já, ok. Skildi hann og glættur út í bíl. Keyrði blekaðar hérna milli. Ég bara heyrst ekki einhver bleik, sko. Maður veit alltaf grettust í þegar að nonni labbar í einhverju bleikum, maður bara... Sko, þið tveir, það verið alveg óþólandi. Það var mottumars, ég mætti með góða mottu. Geggjaða móti. Já, í bleiku þröngu spandexi. Fucking hot. Og þessi tveir fucking tittar. Allt í mig, 1 graður. Já, þetta er orðið svona daily status að upp á helgin sé góð, þá viltu vita að nonni sé graður. Já, Kitty hringir alltaf í maður föstum. Heldur ekki að nonni sé bara 9,5 núna? Þegju, það er góð helgi. Og við sko gerum ráðstafanir helgina frá því. Já, ok. Og hvað, reyndi að svona matcha mitt orkustig, eða? Nei, þú veist bara, já, ok, nonni er graður, frábær helgi. En ef ég bara, þú veist, en ef ég bara svona 1,52... Við lendum í daginn, ég hef búin að bóka helgaferð fyrir mig og hann daginn. Svo tjekkaði það og þú sagði, manni hvað sagði, þú sagði 3,2 eitthvað, við bara, já, nei, við förum ekki. Já, bara afbókað og... Já, það er ekki sjans. Ég er mjög ánægð með ykkur, með eitthvað líf svona út frá mér. Nei, jók. En hérna, sko, þetta er náttúrulega 5. lótnan Barda podcastið. Hákon, þú er náttúrulega með svakalegt knockout í fyrstu lótu. Hákon er búinn að vera hlaupandi að biðja hrós. Hann er bara, sástu ekki Barda minn? Svo eitthvað, jú, þetta var flott hann hjá þér. Já, ég veit það. Bara, segð mér meira. Og ég er búinn að vera alltaf bara, þetta er svo vandræðilegt. Ég hef aldrei gert það verið svo farið. En hann er búinn að vera ekkert eðlilega óþolandi með það. Nei. Sem bara geggjað. Þú gekkst inn með Mosó-lagið, var það ekki? Jú, þetta. Það var mashup af hann að ég er komin heim, ferðalög með Helga Björns og Mosó. Það er svaka blanda. Við verðum að gera það því við erum harðir moslingar og við erum báðið með flúr af Mosó, sko. Flúr af... Já, við erum báðið með... Fyrsta tattu okkur... Nei, nú 2 hjá mér. Ég verið að sína það hérna í myndalana. Það er alltaf erfitt og ég skal bara vippa mínu. En þú eiginlega ekki Ertu með á tippinu, eða? Jep. Spönginni. Er það ekki hægri eða? Jú. Það ekki? Já. Þetta er ógeðslega erfitt. Ég náðu þess ekkert á mínu. Jú. Jú. Bara go nuts. Já, það er 2,17. 70 seg. 2,17. Wow. 270. Watch your words, pretty boy. Já. Ush. Nei. Ég held að væri bara með svona eitthvað svona landakort af Mosó og bara teiknaði ykkur díteilum á það. En svo erum við á leiðinni tattoo, sko. Ég ætla að fá mér há með svona englavengjum út af Hákon alltaf wingman. Og hvað ætlar þú að fá þér, Hákon? Ekki neitt. Ég ætla að mér King of Hearts. King of Hearts. Káið og hjarta, sko. Face-tatt á það. Yeah, right here. Nei, Nei. Ég ætla að fá mér háið á Englandi svona sem Max Holloway með vangina sína aftan á. Þeir eru rosalega rómantískir. Sástu ykkur ekki kissast á hana? Þú tókst myndaði? Ég tók myndaði, sko. Ég þarf að upplóta þessu bara inn á Pornhub. Veistu hvað gerðist þessum daginn? Ég fór hana, þetta er bara örgulega fyrsta skipti sem ég fer heim til Hákons eftir bardagan. Og við erum eitthvað að djóka hana eitthvað. Og mamman sér hana eitthvað hlægjandi líka. Svo hana kissir hana önnu. Og ég eitthvað svona, Anna, hverju kissir mig líka? Og hann gefur mér svona út og allt í hennu bara kemur Hákon og ég bara, ég þurfti þetta. Þetta var svona gerði upp daginn minn, þetta var svona, ég er búinn að eiga erfiðan dag, svo kom Hákon, hann kisti mig og ég bara, nice. Já, ég á skrýtnustu mömmu í heimi, sko. Skrýtnustu mömmu í heimi? Nei, hún er geggjuð, sko. Hún er geggjuð, hún var í stuði úti. Já, hún var í stuði í heimi. Hvernig var svona fyrir hana? Það hlýtur að vera erfiðast í heiminum að horfa á barnið sitt berjast í búrinu. En hún var alltaf að ég náttúrulega bara sá hann ekkert fyrir, þú veist, þetta á búið og hún var náttúrulega bara get happy. En hvernig var hún svona, þú veist, fyrir? Sko, mamma er alveg svona, ég hef góða tilfinningu núna, Hákon minn. Hún hefur sagt það öll skipti. Og ég hef ekkert alltaf unnið öll skipti, sko. En pabbi, ég held sem hún taka allavega 4 ára eða eitthvað og gráa hárið komið langt á undan út af þessu ferli, sko. En hún er alltaf í stuði, sko. Hún var í mega stuði þarna, hún alltaf bauð bara öll í kennsliðinu í fucking matmaður. Þannig að það er alltaf eitthvað að fara að gera. Það er sko, það hvernig mömmu hans líður bitnar ekkert á honum, sko. Þetta er bara aðdurnaðin að bardaðinu verður bara Kitty, ég má ekki væla lengur svona í Hákoni. Kitty, hvernig heldur þetta fari?
þú að veita mömmu Hákons sálihjálp, svona? Já, ég flög með henni út og svo alltaf svona reglulega að tjekka á henni, svona hvernig líðið og svona í ferðinni og... Pappas Hákons að geta gefað eitthvað svona auga, svona eitthvað... Veistu hvað gerðist í lestin á leiðin til Doncaster? Við erum í lest og allt stappað og ég bara finn næsta sæti og það var einmitt með kærustinn hans Hákons og systir hans Hákons. Og ég seti eitthvað niður og ég eitthvað svona ógstlega, veit ekki hvað að segja og ég eitthvað hvað gerður við peningin sem frúin í hamborgaðir? og þá kemur pappans Hákons og sest liðin og eitthvað hvað getur þetta að reyna á dóttu mína? Og ég bara, nei. Þú ekki þórað að vera heiðalögur. Nei. En litli gaurinn sem Hákon eftir hennar barndagamaður. Já, upp á því tipi? Býta aðeins, leið mér að segja Upp á því tipi? Ég náttúrulega stjórnaði samfélagsmiðlans Hákons sem hann var úti. Já. Sá allt í að mamma mín var bara búin að senda 4 skilaboð á mig. Ég var bara, veistu, þetta weird, sko. Svo fór ég að lesa yfir þetta. Ég fór að lesa yfir þetta og bara eitthvað, oh my god, svo stolt að og eitthvað svona. Ég bara, vá, þú segir þetta aldrei mig. Ekki það skilur. Ég elska mömmu til dauða, en ég var alveg til í nokkur róst. Fallið skilaboð. Já. Hákon tekur eftir að bara koma grúppjur og læti. Nei, ég þarf bara að fara að afsaka mig en það passa mig hvað ég segi en eftir síðasta podcast ég fór bara miklu verð út því ég kom bara heim og þá prófum mér bara hvað þú segir þú getur unni mig í slaga segir ekki mér kærasta mín býttu þú veist ekki að segja á föstu en ég spurti þessi ég bara hvað ég fór ekki að segja skilur ég kom bara þú veist Bjarki sendi mér líka eitthvað vídeo að ég er eitthvað konar upp og fætir og hann bara hvað með mig það fucking gott sko ég Þú þurftir að fá svona second chance sko ég var mjög spenntur að fá þig aftur í þáttinn sko til að gefa þér smá ég svona passa mig hvað ég segi sko það afsaka mig núna Já, ok. Segðu þeim frá gælunum sem hún var að senda á þig núna eftir á keftir. Þetta var rosalegt. engin gælla Ég var bara, wow, og ég og Maggi, ég sýndi Magga þetta eitthvað og hann var bara, mamman sem fór að senda mér wow. Hún geggjum hún alltaf tengd að maður mín eiginlega Já, í rauninni. Ertu að fá grúpjur eða er þetta bara einhverju svona kallmenni sem við bara einhverju gaurar á 40-aldri sem er bara Hákon geggjaður það var einhver gaur hann úti sem var hérna örugglega ferdig, ég held að þú sást það var einhver 40-50 gamall kall sem var eitthvað hombre, má fara litlu verið þetta mynd með þér ég var bara, já geðvögt ef þú kallaði grúpi þá var það ekki þessi eini þessi pappið þarna Það kom að öllum stærðum og gerðum Já, hann var enda 14 ára. Nei, en pabbi var alveg síðari með grátt hár og skeggi svona mótilega kall sko en það var alveg snill Hver er svona uppáhaldsgrúpið þinn hingað til? Grúppía, hvað þýðir? Hákon hætti sig. Ég svara Nei, nú hættir þessu. Þú gerir þetta alltaf, playa alltaf dömper einhver heyrir. Og kemur einhver til þess að fá hrós frá þjóðin eitthvað, ég stóð mér svo vel, svo ertu bara eitthvað, ég veit ekki. Hvað í fokkan með grúpi? Ángrís? Grúpi er svona Hóra? Konur sem að hrífast af svona íþróttamönnum og tónlistamönnum Svona Ian Geri, svona kon hans eða ekki? Er það ekki rétt? Jú, pínu sko Nei, ég hef ekki lent inn Oh my god. Er engin dama eða kallmaður sem vilja bara, þú veist, fara alla leið með þér bara því þú ert frægur? Jú. Heitir hún Anna? Nei, það er ekki Anna. Það er reyndar ekki Anna. Anna? Ég skal bara segja það, Anna er ekki það sko, hún náttúrulega þekkti Jonah Hill Kong sko. Já. Oh my god. Þú kærist þín Anna, sem er náttúrulega dóttirinn Sunni Tsunami, eins og frægt er. Já. Hafið þið þess lengi sér? Er þetta eitthvað svona gömul grunnskóla ást og eitthvað svona? Sko, má ég? Nei, þú fucking útskýr allt hræðilega. Já, ok, hún veist alltaf þú sagði. Fórst í podcastum það, en fyrsta sem ég sagði, ég var kitt að syngja með raskatinu, ég var að fá að hreint hérna, sko. Og hann eitthvað, já, það er reitt sem hann sagði. Já, no shit. Nei, þetta var ég kynst henni í menntaskóla, þá var ég náttúrulega bara Þá vildi hún ekki sjá hann. Nei Svo allt í einu fékk hann þetta glow up og var frægur og þá svona steig Anna eitthvað svona löpun inn í lífið og var eitthvað hey Þú ert búin að vera þarna frá day one Nákvæmlega, aldrei fá ég neina ást. Já, Kitty er aldrei hort á með öðru, sko
Þannig að hvað, bara busaballið eitt mann, bara... Nei, Já, nei, þetta varst á samfélags- Þegið Kitty. Gauð, shit. Nei, ok, ángríns. Þetta hræðilegt það, ég vissi það. Þegar ég sendi þetta, viljið þú Kitty, ég bara, þetta ekki gott, það. Var þetta kannski sumagliðinu frekar? Jó, Kitty, þetta er mér svo stjörnustæla, sko. Nei, en Litla celebrity. býta þess, leið mér að klára hérna. Svo fyrir ekki 20 sekúndirinn bara ég að segja hæ. Nei. Við þekktumst eitthvað aðeins enn í grunnskóla. Ég þekkti vinkona þess og við varum átt eitthvað að spjalla. Ég var alltaf eitthvað, það er ekki mamma, er þetta eitthvað annað borðabróð með og hún alltaf, jú, hún fyrir glæði, jú og síðan bara, þú veist 4 mánuðum seinna eitthvað, þá var ég mætti henni í vinnunni og hún vinnur á samanstað ég og en við öll 3 núna og og þar horfður hún á mig bara með stjörnu og hún bara shit hann er ennþá feitur en god damn Og hún var bara vakt og misti stökk á teinuna hann. sko, misti teinuna Varstu með teina? já, Varstu ég var feitur og með teina? Hann var hey. gaurinn sem var að plokka úr sér Bíddu þarna aðeins, frá Bigga, ég sko. get vippa út einu myndbandi hann fer ekki í myndala sko hann var bara að senda á mig í gær Það er svaklega. En byrju, hérna, þeir eru öll 3 að vinna þá á sama stað? Segðu það? Já, í Klettabæ. Já, það er örugglega erfitt maður. Býtu, á ég að segja, það var eiginlega hrikalegt mér langar að sko. útskýra Klettabæ bara þegar Hákon er búinn. Já. Hvernig geta allir verið að vinna í Klettabæ? þetta var kallinn sko Nei, Sýndu myndaðar. Gera hana svip. Sýndu myndaðar. ég hef getað sendt í gær sko en nei, þetta var hrikalegt sko þegar ég var að kynna stönnið, það var case sko þegar náttúrulega ég kem úr Reykjavík smá Rómeó og Júlía sko þau eru allir Mjölnir, þú veist, ég alveg, þið vitið það, skilji, klassíska Það var svo romantískur. Smá ræður. og og ég man bara þegar ég segi Kitta, ég bara væntanlega hringi hann, ég bara, heyrðu, hún hættaði mér að snapp maður og hann bara, shit, Hákon, ertu alveg viss að vilja gera þetta? ég bara, já Ég peppa hann alveg smá í að fara í samband og þetta eru verstu mistök sem ég hef gert. Nei, en þetta er svo fyndið sko, því fyrst það sem Kitty, ég sé, hún eitthvað, ég eitthvað, og ég spyrum hvað þau kíkja yfir það, og Kitty bara, jú, en þú fer ekki til hennar sko. Ég bara, hvað okkur ekki? Hún getur ekki, þá er það bara búin að eyðileggja samskipti við Mjölnir sko. Ég bara, fuck. Þetta var hrikalegt sko, fyrst þegar ég kem heim til hennar, ég verð ekkert oft óþægilegur, en það kemur alveg fyrir. Í Reykjavík kemur það fyrir, en þegar ég er oft með þessum gæja, þá gerist ekki kraftaður sko. en það gerist þarna. Hún Sunna segja við mig sko, Hákon, láttu bara svo heimja þér og bara, þú veist, bara flottur drengur og blablabla og Hrollur bara, sæll, búið, bara eins hreint og getur verið. Og þegar meðan hún segja þetta allt við mig, þá verð ég bara og byrja að svitna allir og bara gott sem leys og hún bara, ha? Og ég bara, ég veit það ekki og labba bara út ég get ekki og sem spurði ég hennu, hvernig fannst þið, var þetta ekki bara hlæg? Alveg að skíti í mig sko, þetta var mega case sko þegar ég var í kynnistinni, þetta var bara hræðilegt, ég misti allt fyrir framann, steg á köttinn og þú veist, það var bara case og ég síðan mæti ég þeim og ég klessi bílinn minn og þú veist, þetta er allt í rugli og síðan Hrólfur eitthvað, þá Emil eitthvað búinn að segja við stjúpbróður önni eitthvað, vinnu minn er að rilla systini, Svo Hrólfur fær að heyra það og ég er búinn í eitthvað sparr og hann bara lef mig í klessu, skilur, ég var bara, ég er að segja ykkur þetta byrjun á sambandi, það var hræðilegt, sko. Og eins og Hrólfur bara tók þig í sparr þegar þau eru nýbyrjuð saman og Já. bara Já, ég get að fara yfir hvernig það endaði. Já, hann svípaði mér og bombaði í nefið á mér og ég hef ekki fengið blónu sem síðan. Bara ground and pound bara. Já, bara yfir mér, já, poing, og það var ég bara, ekki að djúka. Hey. Shit, þetta Það verður... er áttiliðismæður. En Ég hugsaði svona, það hljóta að vera svona ókveikjandi tengdafóreldrar að eiga og svo bara eru að lemja þig í þoskapót. En þú veist, þetta gerði þetta allt bara betri í dag. Þetta er náttúrulega bara heimilisofbeldi. Þetta er geggjað, sko. Þau eru líka að hjálpa mér ógeðslega mikið, sko. Já, byrju, Bjarki sagði að Hrólfur væri eitthvað búinn að vera að hjálpa þér að taka þig bara í einhverja æfingar og eitthvað, ekki? Jú, hann er búinn að vera bara að taka mig í einhvern tímann, sko. Já. Ég er búinn að kíkja í Hveragerði og svona. Og það er alveg búið að, hann er með alveg fucking góða pælingar, sko. Þú veist, alveg, þetta er allt öðruvísi, sko. Þú veist, og náttúrulega, þú veist, að ég er náttúrulega bara, myndi segja bara uppalna strækingunni á Halla, sko. Og það er fucking geðvikt
og það svo gaman að fá svona, þú veist, að ég farið ógeðslega oft á svona strækinstæði, þú veist, ég og Kitty farið eitthvað, þú veist, úti og svona, það þú veist, mér finnst bara Halli bara heima best, sko, miklu betri og og alltaf gaman að fá að blanda þessu saman, sko. Þeir eru með sömu pælingarnar en samt kemur eitthvað svona aðeins öðruvísi. Þannig að það mjög næs, sko, að fá að hafa þá tvo saman að vera eitthvað að skýta mix ykkur. Það ógeðslega fyndið út af ég man út í SBG, þá förum við og við erum að æfa með keppnisofni þar. Já. Og þannig að ég mæti okkur að sparraðinga, við mætum að sparraðinga hana og ég settur inn með sko 90 kg börnum út af ég svo hávaxinn. Það var bara eitthvað, það var heavyweight bara. Johnny Walker, þessi gaurar, þeir voru inn í búri og ég lít og Kitty, það bara eitthvað, ég var fuck. Það svo fyndið því að ég, eftir æfinguna spyr ég eitthvað, já, hvað segir, með eitthvað bardaða, bara já, ég tvöfaldur, Írlandsmeistari og eitthvað svona, og ég bara, það bara getur ekki verið, það bara greinilega verið enginn kíkt til Halla, sko. Það bara að fara út og sjá bara striking levelið þar versus bara það sem Halli hefur þjálfað allir upp í og miðað við bara hvað Halli bara fljótur að þjálfa þig upp í að verða betur en þeir. Það bara magnað. Það alveg 100% sko. Glíma þeirra alveg á mjög góðum stað sko, en þú veist, sama finnst bara persónulega skilja, það getur náttúrulega verið bara, við erum náttúrulega ógeðslega vanir okkar heimavelli sko, en það bara, já, ég bara svo harður, bara alltaf því ég fer í þjálfun annars staðar, þá ég alltaf bara, wow, maður, það bara Bjarka Magga, alla þess að stráka hingað, sko. En vístu vorum að tala Halla, þegar við tveir byrjuðum, förum á fyrsta kickboxkurinn á skeiðu okkar, erum við bara eitthvað, sipp út í hotni og eitthvað svona, svo kemur Halli upp á okkur, hvað segir stráka? Þannig að, vil ekki kíka á þetta grunnáskið líka? Við bara, jú, við gerum það bara. Og mætum á eitthvað, var það ekki Nogi? Það var jiu-jitsu grunnáskið sem við Já, við vorum á kickboxgrunnáskið og býður okkur á Já, og er eitthvað, stráka þetta, fara á þetta, við bara, já, ok, bara borgum bara og mætum og þar Bjarki og ég svona spottaði hann og þetta var allt búið við fórum 3 og búið að ákveða það að ég og Hákon erum saman á æfingunni og við ætlum bara að segja hinum vinn okkur bara að fokka sér og það svo vandur alltaf að byrja einir og svo endaði þannig að Bjarki sagði eitthvað, já, svo finn allir bara svipari hæð og þyngd og við segjum bara Hákon að fokka sér og ég og vinnum minn erum þetta og ég sé alltaf Bjarka þarna ég svo mikið að reyna að sína mig fyrir Bjarka ég bara gera eitthvað handarhlaup og reyna að vera eitthvað ógeðslega fyndin og svo ég bara eitthvað alltaf svona ef hann eitthvað bara, hvað, er hann horfað það og svo klárum við það grunnáskið og við erum eitthvað litlir í okkur og hvað var, við þorðum ekki MMA grunnáskið og það var eitthvað gaur búinn að uppfylla einhverja sögur í hausnum á okkur bara. Já, bara olbóægum og eitthvað rugg bara nota eitthvað þannig og bara shit. Og svo var Halli bara, við líki bara skutsa hana, Halli litli fucking sölum. Já, þetta er okkur bara 160-200 skall sem Já, sko, hann seldi okkur á, ok, við mættum á kippboxnámskeiði, við fórum á Nogi-námskeiði, fórum á MMA-námskeiði og eftir það byrjaði litli kóngurinn að bjóða okkur bara, herru, síðan stráður ég líka með engatíma og þá voru við bara, Halli, rólegur bara buttar á mömmu bara svona helmingi léttari sko. Svo mikið sem hafa gert, þetta er svo Maggi nýti ykkur að 16 ára krakkar og bara Þetta er eins og Maggi sko, eins frábær maður og Maggi þá erum við báðir hættir í skóla og hættir í vinnunum okkar út á honum það má ekki vita þetta Leifir aðeins að umorða þetta Ok, Hákon, en þú að segja söguna þína þetta byrja alltaf þér ég held að það átti að vera bara mitt okkar sko en nei, ég og Emil vorum allan að báði bara eitthvað herru, ég var hérna nýbúið með Bardaunum 2 á K-stíl hérna og þá segi ég eitthvað að Magga, ég og Emil erum að tala á henni herru, við viljum bara fara að taka þennan skref sko, bara, þú veist, við nennum ekki að því maður var bara að æfa eitthvað 2 á kvöldin hana, þú veist, og það var enga styrtana eitthvað neitt hannig að bara 2 á kvöldin á búið og og það var svona, herru, hvað er það að fara að gera? Og sorry Maggi, ég út að hlusta á þetta, en Maggi segir þarna, ég á náttúrulega ekki að vera að segja þetta, en ég mæli með að bara hætti skóla, var að vinna í Klettabæ og æfa bara fulli. Og það bara náttúrulega sem við gerum, sko. Það báðum við bara hættum í skóla, fengum við í Klettabæ og erum bara æfa sem áfengis. Og núna í byrjun nóvember kom ég upp á hann með eitthvað lítill í mér og var eitthvað, veistu Maggi, ég held ég veitti bara, ég er eitthvað að pæli að hætti vinnunni og fara bara fulla ferð á draumana, reka eitthvað fyrirtæki og eitthvað. Og hann bara eitthvað, já, veistu, ég skil ekkert af hverju þú ert í skóla og ert að vinna þarna. Og ég bara eitthvað, já, alveg rétt og daginn eftir fór ég og sagði upp, sko.
Já, ok. Þetta var þessi áhrif sem hann hefur á mann. En, skilur, já, en þetta bara eitthvað, hann bara svona ítti mann í draumana, bara eitthvað bara svona. Ég held að Maggi les bara hvað þú vilt, sko. Já. Hann les bara að þú vilt eitthvað X, skilur, og hann segir bara, hey, bara, fuck it, go do it, skilur. Já, því ég var bara að pæla í ógislega lengi. Ég hætti eins og skóla en ég, æfði þess að þannig, ég æfði meira, skilur, en ég var svo feimur með að ég væri ekki í skóla. Því ég var eitthvað, geta ekki segja yfir skóla, ég er hættur í skóla. Já, ég mátti ekki segja neinu niður í gimmið það. Ég byrjaði aftur í skóla, sko, og já, þá sagði Maggi fucking, gerðu þetta bara. Já. Og þú veist, sem er bara búið að breyta á öllu, sko. Ánægður að vera bara ekkert með einhver stúdent í dag og vera frekar bara að gera þetta. Já. Hvenær ákvastu svona að þú veist, þú væri að stefna á atvinnumennsku hjá? Það var alveg snemma. Það var bara, ég held að það var, þú veist, ég var alltaf að reyna, þú veist, ég og Kittur varum alltaf að tala saman eitthvað bara, já, við varum að komast í kemslið og gera þetta og bara, þú veist, þá gerði daginn okkar ef bara annarkvæmt Bjarki eða Maggi sá okkur og aðeins og það bara, yes, við erum einu skrifi lengra. Þetta er bara eitthvað, Hákon, sástu þannig að ég náði sko að sparka rétt svo með tónum minn í það en Bjarki sá það sko, þetta var bara eitthvað svona, ég hitti þig sko. Það var með þess að sko bara fyrst þegar ég maður svo vel eftir þessu, ég var bara nýbyrjar af COVID og ég er að sparra við sko Togga sem er bara tröll og þar er ég eitthvað, veit ekkert hvað að gera og hann bara er ógsta rólegur að tjeppa mig alltaf fullu og þá man ég að Bjarki fyrst segir, hvað heitir þessi gæi? Hákon! Prófa að gera þetta og ég bara, hann veit hvað Þú veist, þetta var skrítið tíma. Það er alltaf þessi momentur og fyrst fólk byrja að taka eftir þér. Þetta er svo, þegar við vorum á Nóki í grunnnámskeiðinu og við erum eitthvað svona eitthvað, það er klukkutíma pása á milli og það var bara svona 4 tíma keisla bara. Við förum með allan grunnin og við förum eitthvað náma okkur í sippuböndunum og æfa okkur að sippa á meðan og þá kemur Toggi mitt upp á okkur og þá er Halli eitthvað hann og Pikar í Halli eitthvað, hvað varst þú að kenna þeim að sippa? Og við bara, það tala um okkur! Já, og þá segir vinur okkar sem er hættur núna, sko, hann segir, já, allir þjálfarar sem eru kongar, og Halli bara, Og við vildum ekki láta sjá okkur eftir þetta, við vorum bara, þetta var svo andræðilegt. Þetta var gaman, sko. En svo fyndið, sko, meðan það var náttúrulega Maggi hafa sagt okkur hætt skóla. Ég hef með skrifað í bókina mína, ég er með svo litla bók heima, eitthvað quote, ég man ekki alveg hvernig það er, en það er eitthvað, skilur, að alla pælingar svo ert með og ert ekki vissum, prófa að deila með svona supportive community. Og ég skrifaði það niður og fór svo eitthvað að hugsa bara, hvað er svona mitt community? Og ég var eitthvað, mamma, já, það er svona eitthvað sem ég tala alltaf við og segja allir frá. Svo eitthvað, Hákon, já, ég svona segja honum allt. Svo bara eitthvað, en Maggi, maður segir Magga allt. Það er bara allt sem, maður segir Magga allt og hann er alltaf bara, já, þetta er geðveikt og maður er bara, já. Það er bara svo gaur sem ítir maður bara, áfram. Já, það er ógeðslega mikilvægt að vera umhverfið fólki sem er ekki bara að segja hvað vilt heyra, sko. Já. Ég held ekki að sko Maggi er strángheðilegur, sko, ef það væri glötu hugmynd, já, það myndi bara geta þetta glötu. Já, mér finnst líka alveg bara flestir, þú veist, í Reykjavík maður, strákan í kemsliðinu og allir þessi þjálfarar, þeir eru allir, mér finnst enginn að vera ykkur yes-menns eitthvað, bara já, ég var að pæla að fara aftur í skóla, bara, já, ekki aðeitt. Þú veist, það er allir mjög svona hreinskilin, sko, segja hvað er gott og rétt sem þeir finnst, sko. Já, þetta er góður hópur, sko, þetta er góður stað til að alast upp. Já, 100%, sko. Ég meina, sjáðu hvernig ég kom út. Já, ekki vera að pæla í honum. Ég ætla að fókusa á Hákon. Nei, ég meina, Þú sjáðu hann með skakt nef og eitthvað Kitty er bara markmeðan og fucking slatta, skiljur við. Eða hvað? Ég er bara ekki klámara með. Þetta er það sem ég meina. Kitty er sko búin að markmið alla slata. Hvað er þetta að segja? Ég er svo netti svitikastir. Hann sendir alltaf á mig og hann postar ykkur í stóri eitthvað, Kitty, skrifa rétt. Svo eitt skipti áðan sem hann ákvaða að senda ekki á mig eitthvað, þetta skrifa rétt. Allt klúður. Þetta er ein ástæðan á hverju ég ætti að fara aftur í skóla. Já, ég finn til með það. Við getum farið eins langt í skólanum og vilt, þetta hættir ekkert. Já, við erum þarna, sko. Þú veist, ekki segja við, sko. Nei, góða fræga myndin, maður. Á hvor myndina varst að benda á? Já, 18+ myndina. Já, sko, we wish, ekki það. Þetta er sko að... Ég vil sjá svona mynd af ykkur. Ég myndi alveg segja. Við tala svona ógeðslega þar. Þið viljið pósta naktir fyrir framann franskan mann sem Þetta er allavega meðalstærð, sko. Ef ekki bara stærra. Gæni linur hann. Já, þetta tekur nánast upp allan ramman, sko. Já,
Það lekur bara niður á læri, sko. Nonni stoltur með. Já, ég hrikalega ánægður með þetta, sko. En það var samt, sko, það voru ekki allir sátti með, sko, sögunum hvernig þau kynntust. Já, guð. Þegar Kiddi kom í þáttinn. Það var nú ekki svona. Þetta var svona 7 minutes in heaven dæmi. Já, það var einhvern veginn svona Kiddi Ok, sko, býtu, mér langar bara að taka fram. Ég á ógeðslega erfitt með að muna mjög marga hluti. Það er bara svona fill in the blank. Já, já. Og það er ógeðslega oft eitthvað, Hákon hringir í mig eitthvað, manstu ekki þegar ég sagði þetta? Ég bara, nipp, ekki hugmynd. Svo það kannski, Hákon fæ kannski að útskýra Já, þetta. hrikalega. Maður er kannski nýbúnir ykkur, þú veist, veit ekki. Sko, en allan það sem Kiddi sagði í síðasta þætti, sko, var að þið hafi verið með partí einhvers staðar, en Kiddi hafi ákveðið að læsa ykkur inn í ykkur herbyggi, svo 7 minutes in heaven, og þar hafið þið bara orðið bestu vinir. Þetta er ekki alveg rétt, sko. Er þetta staðfest, Hákon? Nei. Já og nei. Ég er að laga þetta, sko. Ég er náttúrulega, ég veit ekki hvað þið kittum að því, þegar við vorum bara í, grunnskóla, þá bara eiginlega hötu ykkur þannig. Ég veit ekki hvað þú sagði. Nú, ég man ekki. Þetta Pínu, er sko. fréttir Það? og Já, þú Nei, veist, hann sagði það. það var alltaf einhver svona funny beef á milli okkar, við horfðum alltaf okkur annað og svona þegja á okkur, ég bara, Já, ok. þegju Kitty. Þú veist, það var eitthvað svoleiðis. Geggja comeback. En, ég veit, með teinana, sko. Þegjuðu Kitty, þegjuðu. En, sko, þetta var alltaf bara hannig. Ég man ekkert af hverju við endum í þessu þetta var alltaf bara rugl, sko, við eigum flottan vin sem er bara, þú veist, ger ekki sálu, hvað segir maður? Þetta er sem ég lendi í, sko. Mein. Já. Og enda þetta og gerir ekki Og sálu. þú veist, og það var bara eitthvað huge party hérna og það er bara eitthvað slatta leið, en við bara, ég held ekki hann að leið maður, förum bara inn í hérna, ég veit ekki, við vorum nokkurinn í herbyggi sem fór ykkur fram með eitthvað, en sem ég er að laga hérna er að, sko, þú veist, það var alltaf bara þannig að maður yngri að sum fólk var vinsæl á Snapchat, skilji. Og hann var eitthvað að skoða þessi gælu og ég eitthvað, hei, hún var alltaf að gefa þetta sjátt og það ekkert vinsæl, maður. Og Kitty bara, já, ég þekki hana. Ég bara, ja, tjekka þetta og FaceTime hana. Og þannig erum við vinnir. En við fórum ángrís bara daginn eftir, beint hana og Kitty var, þú veist, við vorum ballinn, skilji. Við vorum fucking geggja. Já, Og þeir bara, mættu fyrst skipti til ykkur dömu bara sem eitthvað duo. Og svo ættu þið bara, orkustíð var gott. Kitty reynda var eitthvað svona, já, guður, þú ættir að tjekka systurinn. Ég eitthvað, ha, nei, með teinana náttúrulega. Og og þá var hann eitthvað, hún er reyndar á föstu, sko, en þú veist, fuck it. Ég bara, guð, ég er virgin, sko, ég þarf ekki að horfa á stelpur, sko. Ég sé alveg bara fyrir mig, sko, svona Jonah Hill og Michael Cera og Superbad. Þegar segir þessu sögur, sko. Já, Við vorum tveir svona algjöri lúðar eitthvað. bara í gulu limmun, já. Eitthvað shit, við erum að ná 15 maður hlaupum. Þetta var ríkalegt, sko. Ok, en þessi dagur endaði allan vel, kannilega. Já, við erum hér í dag. Já, nákvæmlega. Já, bara. Það er að segja bara, það. já, hvað er Kristín? Fyrst ég með ykkur tvo í podcastinu sem gerist ekki oft, þá langaði með að spyrja ykkur svona klassíska svona brúðkaupsspurningar. Ó, já, takk. Shit. Ég nenni ekki að láta ykkur fara skónum og svona lyfta honum upp, sko. En ég var svona spáði, sko, hvor ykkur er líklegri til að, Eigum að benda, eigum að segja það? Ég með bara segja, sko. Ok. Hvor ykkur er líklegri til að svona stinga upp á svona romantísku getaway? Hákon. Ha? Að þeir svona stingið af tvei saman í ykkur romantíska ferð. Ég. Þú ert líklegri til að stinga upp á því. Já, ég hugsa það. Veitu, Er það ósamála, Hákon? ég bara er ekki að fatta þessu spurningu. Hvað er talað? Ég veit, hvor ykkar Já. er líklegri til að stinga upp á svona Þannig við myndum bara að fara tveir og láta okkur bara Já, hverfa í það er Kitty. Það er alltaf, hann er alltaf að, veitu hvað var að stinga upp bara í fyrra daga? Ég á ammæli náttúrulega 27. Ég að vera í dagsferð bara ykkvert, bara til eitthvað, við eigum náttúrulega 10 skona gjafabréf á Play. Ég bara, Kitty, nei? Ha? Það er Kitty, sko, allan daginn. Kitty myndi rífa veski með 10.000 krónar gjafabréf. Já, bara, nú tökum við dagsferð, ég er að rembast við jólinn, sko. Þetta er bara nokkur dögum eftir jólinn, sko. Ég gerði það þess að í fyrra á afmælinu mínu. Þá gaf ég öllum vinahópnum 15 skona gjafabréf hjá Play. Til þess að svona loksins myndu fara í einhverja ferð saman við strákum. Ég er búinn að fara 6 sinnum á 2 árum. Út til fokkin Bretlands með þessum gæða. Það er alltaf bara Bretland eitthvað, keppnisferð. Svo fórum við eitt skipti frí á UFC sem var reyndar ógeðslegt, ég var veikur allan tíman og bara lágu eitthvað inn á herbyggi, bara 7 dagar, 8 dagar, ég man þetta ekki. Þetta var vika eitthvað og við varum bara ógeðslega leiðilegt.
förum alltaf bara eitthvað í einhverja keppnisferðir og eitthvað svona vinnuferði, ég kalli þetta alltaf vinnuferði líka þetta er businessi hans, skilju. Já, þetta eru vinnuferðir, sko, ég hef farið í svona ferð. Já, aldrei neitt eitthvað svona romantískt eitthvað þess að við erum bara 2 saman. Við höfum einu sinni farið 2 saman í herbyggi, nei, 2 svo núna, fyrsta var algjör skandall, númer 2 var fínt. Hvað var að gera svona í fyrsta? Já, leið mér bara, þú veist ekki shit, sko. Ég var hana að taka fyrsta fucking bardaga minn. Já, var það Kate-stíl, eða? Já, og ég sko shivering my timbers að skýta í mig, gjössamlega að skýta í mig. Og og ég var bara með heyrnartól og bara svona, ok, þetta er að fara að gerast. Og þar heyri ég bara alltaf kukst á svona 2 mínúta fresti, sko. Og þá var með eitthvað, ég veit ekki hvað það með. Það var eitthvað svona kopparberg eitthvað. Já, það er svona áfengi. Jú, Já. við fórum í Asta og Kidda bara eitthvað, já, mamma tekur alltaf það, ég prófði bara. Og ég bara, ok, shit. Og ég svona, ok, ég er að keppa, ok, alltaf, pældi ekki, bara drullu saman. Þá, ekki í dag, en en ég meina, þessi ferð samt lagaði Kidda, Kidda ekki drukkið eftir þetta, sko. En já, og þannig að, já, Kidda bara sull í sig og ég bara, ok, nú fer ég niður yfir og ég bara fyrir uppbytun og síðan ég að fara út. Ég held á íslenska fánunum, skilji, og það hann að dæmið í gangi og lagið byrjar og þá Kiddi að labba út úr klostinu og ég bara, nei, út að keppa maður núna, og mamma, pappa, sákast, að keppa maður. Ég bara, what the fuck, og hann hleypur bara og ég klára að keppa og kem til Kidda og ég var svo pirraður, ég var nýbúinn að tapa, Kiddi búinn að brjóta 3 stóla. Ég var svo spennt, ég var alltaf að hoppa svona upp og niður á stólunum og braut bara alla stóla og var bara og Kiddi alltaf að reyna að vera með einhvern veginn og alltaf að sulla bjórum á sig og var eitthvað, kom eitthvað, Konnetu þyrstur það? Ég var bara, gaur, úi, nei, ég vill ekkert fucking, úi maður, ég vil Coca-Cola eitthvað og Kiddi bara, eitthvað, brotir ekki, fyrsta, annars skipta eitthvað. Þetta er svo, mín upplifun af þessu er það að ég fer þarna og ég er bara óreyndur, skilju, ég hef aldrei verið eitthvað að djamma og við höfum aldrei verið að djamma og ég sit við borðið hjá bara foreldrum hans. Jú, reynda, býtu, sorry, til að klára, það er auðvitað að fyndi að því, þú veist, ekki þannig, en þegar við vorum að byrja í Reykjavík maður, þá voru við að fikta eitthvað með að fá okkur, skilji, og þá var alltaf eitthvað svona, þá var bara alltaf eitthvað að prófa að fara heim til félag okkar og vera eitthvað að prófa að fá okkur bjór og okkur sem dæmi. Og síðan manni ekki, það var eitthvað í Reykjavík maður sem segir eitthvað, strákar, ekki gera eitthvað sem ég myndi ekki gera. Og þá var allir eitthvað, en þá vorum við tveir bara eitthvað, ok, slemm þessu. Þá bara snemma að sofa og ógeðslega gaman maður. En ég svo settist við borðið hann á Keistíla með mömmu hans og Hákon er ekki fyrsti barðið, það er smá í hann. Og við mættum snemma og þau panta sér öll bjór og ég panta mig líka. Og svo, þú veist, þetta er bara fullorðið fólkskil og að drekka bara á sínu hraða, ekkert að tjóka neitt. Ég er alltaf bara eitthvað að tjóka þetta og svo er ég bara, shit, það er allir með drikk, ekki ég, og ég panta bara annan. Svo er þetta bara þannig, bara áframhaldandi og það er þetta að panta svona megapints sem er bara lítið eða eitthvað og ég er alltaf bara eitthvað með einhvern eplasítir og eitthvað, bara hella þessu ofan í mig og foreldrar hans ennþá bara á fyrsta drikk og ég held að, damn, þau eru samt ennþá með glas. Svo ég held bara panta og svo var ég bara alveg blastaður. Enda á pjölinni bara. Og sko það sem er svona, hann breytti öllu hjá mér var að fyrir næsta kamp hjá Hákoni, þegar hann fer á móti Steve-O, ég mun aldrei gleyma þessu, þá er hann á Soltbæk og ég er að taka tíman fyrir hann svona hversu mikið hann á að gera og hvernig og ég er bara á 1.000.000 og Bjarki lappar upp á mér og segir hann að Kiddi, hann að í næstu ferð ekki verið til ég að sleppa því að fá þér og ég bara ég hef aldrei verið óþægilegur sko þetta er versta moment lífsmins og ég sko þetta var finnasta moment lífsmins ég fer að sofa og ég man þetta, mér dreymir þetta er fast í mér og eftir það væri bara, já, ég skal bara sleppa þessu og ég bara hætti þessu já, ég trúi svo, Bjarki líka með svona presence já, ekstra mótið Bjarki segir sko, líka það var svo gott sko því Maggi var líka bara það var allir eitthvað, hefur ekki að fara að láta hann slaka þess á þú veist, bara upp á velli og þá var Maggi bara, nei, leiði hann virkilega að finna fyrir sem maður, já, missa fluginu sko, og skemmtilega og Kiddi hann þá bara, mér sé svo illa þetta er versta ferð sem ég farið í öllu fluginu, ég nenni sér ekki já, sko, þannig að ég datt alltaf í hennan gír eitthvað svona
Þegar maður var búinn að fá sig of mikið þá fór ég alltaf bara vælandi í konu Hákon, ég nennis ekki lengur, ég nenni ekki að vera fullur, ég nennis ekki og Hákon bara, hvað á ég að gera í því? Þú ert mikill svona vælukall, ég hef heyrt nákvæmlega þetta, ég nennis ekki í hver einasta podcasti sem hún kemur þá kemur ein svona saga Ég meina, það ákveðin staðarind að nefnbrauta gæða ég nennis ekki Halli Shit það get eðlilega gott En hvað var Kiddi alveg svakalegur á þessu undirklubbi eða? Nei, Já maður, ég bara ég fór í glímu og flying arbara Ég samt segja ennþá að ef Kiddi myndi keppa þá væri það greatest comeback En samt sko, ég segi alltaf mér finnst svo geggjað að hafa bara vin sem hann bara kemur alltaf skiljiði, bara hvað sem við keppa á það er bara geggjað, hvað er í gangi? Þú stoppaðir á kemur eins og að fá það kemur Ég hann mætir alltaf með mér skiljiði og nú hann er með barða fyrir því, hann er bara geðvitt Já, ég vil meina sko, það er ógeðslega gott skilurðu að hafa gert þetta ég svona Shit, hvað það er óþældi, ég tók alltaf bara pásin á mig, ég er að eiga gott moment hana hann var að segja eitthvað fallegt um mig sko. Já, Kiddi var ekki bara, halda á Sita þig Já, við erum ógeðslega gott skilurðu að fara núna og skilja skilurðu, ég skil alveg hvernig hún, eða svona, ég vil meina ég skil hvernig hún líður og í kampinu skilurðu og þetta er svona eins og það vera allan áður en að Anna var til það var annars Greið Anna maður Já, hún er fokki geggjuð, ekki Já, hún er frábær sko. Við þurfum eiginlega að fá hann í podcasti bara til að segja sína En það væri ógeðslega fyndið, hann og Sunnum er hvað er gott bara að svara fyrir sig Já, en sko áður en að Anna komin í allan á líf mitt þá var þetta ógeðslega mikið þannig að ég var ógeðslega náinn bara foreldrum hans, að fjölskyldun hans umskilu eitthvað, hvernig heldur Hákon líður og hvernig ert þú stemdur fyrir þessu bardaga og svona, en núna í dag talar enginn við mig sko, það er alltaf bara eitthvað Anna, hvernig líður þér? Anna Líður þér svona eins og sért fyrirvonandi kærastna? Já, þetta er aldrei þannig, en samt er ég alltaf mikið heima hjá hann, þetta er svona skrítið, þetta er eins og ég sé alltaf að ná í eitthvað heim til hans, þetta er alltaf svona hæ Ég á ekki alveg að vera Þetta er svona baby mama Ég er að segja ykkur að ég kem bara verra úti að kominga Svo lendi maður í því, það var eitthvað má ég segja eitt eða? Nei Láttu allt flakka Ok, þegar Hákon fyrir út í keppnisferðina Anna núna, hann fyrir út á miðvikudegi, við fyrir út á fimmtudegi og ég ákveð svona ég ákveð ekki neitt fyrir bara á staðnum ég hringi Önnu og ég ætla að tjekka hvernig þau fara upp á völlin og ég ætla að vera með á vellinum svona Guð, ég er bara kvíðinn, hvað er það að segja? Ég veit ekki hvað sem hún segja þetta Þannig að ég hringi sér til Önnu og byrja að syngja eitthvað, hæ Sæta, bara eins og ég ger alltaf, ég kalla hann alltaf ástu mín og Sæta því að ég er raunin með í þessu sambandi og þá var þess að svara hún eitthvað hæ og ég er eitthvað, heyrðu hann að víst að Hákon er farin út, ef við geta hittast eða og það kom bara þögn hún bara alveg þögn nei, ég er ekki hann, hvernig komum við á völlin þetta er raunin sambandi sem ég er að díla við núna svona óþægilegt, ég veit ekki hvar ég á að vera og hvar standardin er og ég skil ekki hvernig það gerðist með hvernig þú kemur fram já, það meikar engan sens hún er bara að segja já sko já, ég hef ekki hittast já upp á velli, skilur já, nákvæmlega, ég var ekkert að meina, skilur, núna það var líka, ég hringi hann klukkan 10 morgun sko, ég fatt aldrei tímasendingar þess að ég sagði upp vinnunum minni klukkan 9 morguninn og enda á að vinna með yfirmannum mínum út daginn, ógeðslega óþægilegt ég er ógeðslega lélegur í svona óþægilegum aðstæðum sko. En svo líka gerist ógeðslega mikið ég fór daginn ég framleiddi H-Kong-bóli til þess að vera með úti og Hákon eða Anna sótti eitthvað sendingu fyrir mig og ég fer eitthvað, Hákon er ekki heima, hann á æfingu ég ætla að fara til þeirra og ná í þessa bóli og Anna er eitthvað, já, þetta er bara út í herbyggi hjá okkur Hákon býr í bílskur úti þetta er ekki inn í húsinu og ég eitthvað, já, hvað, þannig að þú ekki bara sagði, bara kottu bara og ég bara svona, svo loka hún á eftir okkur ég bara svona, shit Ég var að klára Hákon Guð minn góður Það skildi mólið Veit þið hvað hann er þungur, eða? Góis Nei, segja okkur, hvað? Nei Hann sendi mig mynd Þetta er ógeðslega gaman að segja Hann viktaði sig inn 66 Þetta er ógeðslega mólið, maður Þetta er svona áfengismóli Ég veit, ég er ákveðin og
Hvað? Sko, mátti ekki fara blindandi í konfettkassan, sko, ég var líka á hann bara áður en þau komu og var ég að tína upp alla bestu mónuna, Nei. sko. Þetta dauðagildra, sko. Reyndu einu sinni. Nei, ég er búinn með 3, sko. En áður en að Hákon, eftir að Hákon viktaði sinn, hann viktaði sinn sem 66,4 minni mig. Sendi mér mynd kvöldi að hún 71, mannstu það? 71,7 eða eitthvað. Sko, ég náttúrulega var algjör fitubóla. Væntanlega borðaði ég. Halló. Alltaf þegar við fyrir í búð þá passaði það að hann velur hvað við kaupum, sko. Hann var feitur, þetta er reynslan, skilur við. Þeir eru bara í búð saman, fær hann að ráða á svona. Ég held ég sé 75 í dag. Hann er svo þrjóskur líka. Þú veist, ferði ekkert upp á móti Hákon. Hann er alltaf bara eitthvað, hann segir eitthvað og maður er svona, nei, það er bara, ok þá. Þú veist, maður nennir ekkert að rífast en eitthvað. Allir vina hún með svona, þú veist, hann er kannski ekkert með góð rök, en hann nennir bara að rífast svo lengi að það er allir bara ok. Bara glataðu gæi. Er þetta búin að vera sukkar svona mikið eftir barndagana? Það er bara pítsur og ís og eitthvað eins og Aron talaði Já, þú veist, ég líka að því að, sko, ég náttúrulega kefti í boxbardaganum og 2 vikum eftir það var Wales og síðan 2 mánuðum eftir það var hérna þetta, skiljið. Þannig ég gat ekkert fengið mér að springa aðeins. Þannig að þetta var alveg, ég fór í bústa núna bara í síðustu viku. Og jú, ég var bara með, þú veist, Aron K. var búinn að tala mikið eitthvað Biscoff-krem, þannig ég greip þetta Biscoff-krem og bara borðið þetta úr fucking... Beint úr dollunum. Já, þetta var ógeðslegt, sko. Ég var ekki svangur, ég meira bara illt í maganum í 6 daga eða eftir fætt. Já, ok. En ég er að taka á núna, ég er að hætta þessu. Við erum reyndar áleiðin að ná okkur í bræðaröfbráðum, sko. Ég hringdi í hann daginum og eitthvað, hvað segir ég, ekki að bróðsinn er að fara að hittast eitthvað. Ég var að búin að kenja hann í kom, sko. Það má aðeins trýta sig, sko. Já, pappa bara, heyrðu þetta í mat? Ég bara, já, það er 3.000 upp á Kentucky. En ég var mættur. Við erum líka búin að plana svona ferð á huppu og hann okkur í bræðaröf og svona... Já, þetta er náttúrulega... Róm og ísbíltúr og ykkur. Það er alltaf að vera til, sko. Já, þetta er náttúrulega smá... Við alveg hvað þetta er, RBJ. Rúndur bræðaröf og jafl. Viggi alltaf bjóði mér RBJ, ég aldrei fattar hvað það er. Nei, þetta er ákveð hérna, held ég, svona, þú veist, ég held að þetta er bara eitthvað sem allir gera. Þú veist, MMA-lánum, maður er að skera sig, skilju, ég veit alveg nei, þú veist, segir maður ekki skera sig, Já. Kötta, skilju. Já. Það kötta sig Ég segi alltaf. Hann er að létta sig. Hann er að skera mig. Ég er að skera mig, maður. Þetta Hákon myndi bara óvart stíga á köttinn inni, bara kristallega þess að Hákon. Old times, goddammit. Nei, Það eru bara að skera sig í þessu bransu. Nei, ég meina, það er alltaf kötta þannig, ég held að segja það. Það er alltaf að létta sig. Það er að létta sig. niður. Það er létta, það er þægilega leiðin að segja það. Nei, en ég held að það sé ógeðslega eðlilegt að fólk það þingist ógeðslega mikið hérna. Þannig að getur verið að dæma mig hérna. Nei, það er engin... Ertu ekki trættuð að gamli Jonah Hill bara byrtist aftur? I wish, hann hefur gerst. Hann hefur ekki verið fyndið síðan hann léttist. Nei, það hefur einu sinni gerst að hann byrtist aftur og það var látt mig að heyra það, sko. Það var að því ég fór í hérna aðgerð og var í alveg 6 mánuði, þannig að þá kom ég aftur upp í 78 kílóin, sko. Þannig að það var vont að skeiða sinni í 66, sko. En litli fucking gæinn og meðan var ég aðgerð, þá var hann bara, ringdi hann í mig og var bara eitthvað, heyrðu, ég var að pælja að fara að lifta, ég bara, lifta, þú getur alltaf að labba. Já, þú réttir mig bara lóðinn. Ok. Og ég bara, fórum bara oft niður í gym og þá var ég bara eitthvað, rétt honum lóðinn og gaurinn bara, hann labbaði, Við saman bara bicep curla á hverju minnst degi. Hann kom bara út úr aðgerð og var bara, ég ætla bara að nýta þessa stera sem ég fekk með þessu og bara, og veist, hann sko, hann notaði þessa stera, fór í ljós líka til þess að vera svona ekstra handrökkar og svona Ég fór klunguna. í ljós, maður. Fekst þið keðju líka? Já. Hann reyndar. Svo þú hefði fallið á liðaprófi að komið að því? Nei, hvað hláttur að það? Nei, ég fucking, hvað er í gangi? Hann fekk bara íbúfen og parataf, sko. Já, bara eitthvað svoleiðis. En strákar, hérna, hvor ykkar er líklegri til að gráta yfir bíómynd? Hákon. Ertu með svona væminn þráður í þér, eða? Nei, hvað er það? Jú. Nei, Jú, það gæti verið, ef ég pæli því, Já. Kitty er nefnilega alltaf ef Kitty fer að gráta, þá eru pratagliruðum farin á, sko. Þannig að maður fær að það að sjá. Já, ég er alltaf svona, það er svona, ég fer í jarðatöfum svo gliru á mér, sko. Djöfull er eitthvað þurftið inni maður, þurri augun. Ég bara svitna eitthvað. En sko, Svitna augun. ég ætla að segja eitt bara. Við fórum út. Kitty þegju, þú ætla að segja eitthvað maður. Við fórum út í ferði í sumar. Þannig að við fórum 4 strákar út
og 2 stelpur og 3 af okkur strákurum fóru að grenja í þessari ferð. Nei. Jú, ég ætla ekki að nafngreina hverjir, Það hlýtur en að við vera 2 vorum partur af því. Nei, fórum við að grenja. Yfir hverju fóruð það að grenja? Hugmynd. Hvað Þau mynd? þurfa ekkert að taka það fram, Já, bara, hann var En þetta hafði er ekki sko- séð myndina þegar strákurinn með krabbameinu og Hann er að bulla, sko, ég skal bara, sko, við erum eitthvað, það skiptir ekkert máli yfir hverju þetta en fyrsta kvöldið, þetta er fyrsti dagurum bara, þá fer Hákon eitthvað að væla, eða grenja og er eitthvað, hvað strákar, akkur eru þið ekki að grenja líka? Og við bara eitthvað, akkur eru við að gera það? Og daginn eftir það fer ég að grenja. Sjáðu, hann breytir öllum sögum. Nei! Eins og Nei! þessi borgar fyrir það. Býta þess. Daginn eftir það Það fer var ég að grenja. enginn að væla í þessari ferð. Ok, ég skal bara, Ha? Hákon er eitthvað feiminn við þetta. Ég var að segja, ég væri líklega Hringdu í Önnu og spurði hana. Já, ég skal gera það. Hvort að Hákon að fara að grenja við bíómynd? Þið verður bara fáin í podcasti. Ég verður að fara á hann í bóðkvæmst. Hún var vitna okkur öllum bara hágrátnandi einhver staðar, sko, í þessari ferð. Einhver staðar. Já, í húsinu reyndar. Það var enginn Við sundum á bakkanum svona. hágrátandi. Við vorum bara, tókum hérna í litli túbusjórpa hann eitthvað mynd og það var eitthvað Litli gæinn, Hákonum kefti eitthvað bardaga og hann leiði bara eitthvað villi og við bara eitthvað, hvernig var að Ég borga? fór að grenja í bara 4K myndaðar, sko. Já, heyrðu, ég á það allt á myndmaður. Já, ég og Kitty höfum að fara í grenja saman í story, sko, þannig að... Já, ó, það var svo fallegt eftir Svíþjóð. Oh my god. Bardaginn í Svíþjóð. Já. Þá fór ég að grenja. Ég veit ekki hvort sem feimum með þetta, sorry. En Hákon fer skilur að gráta eitthvað. Eftir bardaðan? Já, og ég bara sé þetta og ég fer strax bara svona og út af, veist, sjóið er á hótelinu, þetta er bara huge hótel, bara með bara stadium að nynni, bara höll. Og eftir það fyrir við upp og Hákon eitthvað svona hringi í mömmu sína og hringi í systir sína og svona hringi alla eitthvað og ég bara eitthvað svona tárast með símtólunum hans. og svo vorum við bara eitthvað 2 upp á herbyggja að gráta. Já, þetta var fallegt moment. Já. Það er mjög fallegt moment. Já. Síðasta svona hjónabandsspurningin sem ég ætla að spyrja ykkur er hérna, hvor er líklegri til að segja ég elska þig eftir yfirvildi? Kitty. Nei, samt ekki. Ok, er þetta á milli okkar því að ég hef alveg heyrt hann sko kankast hann á Önnu sko. Nei, þetta er svona ykkar samband sko. Ok, þá kannski, ég myndi samt segja bara við báðir. Nei, jú. Nei, Kitty, þetta er bara þú. Ok, þetta er ég. Punkt. Ok, þetta er ég. Þú er svona sætur í þér, Kitty. Já, ég vil meina, ég er mjög romantískur sko. Já. Og hvernig gengur svona í datinglífinu? Oh my god. Guð mig góður, það er hræðilegt. Býta þess, Anna var náttúrulega vinkonur, hún er vinkonur. Nei, leið mér að segja þetta. Sko, eina leiðin sem ég hugsaði að Kitty leyfi mér að eiga kærustu. Það er bara væntanlega. Og mamma alltaf, þið verið bara að redda henni gæli. Þannig að ég held að ángríns Kitty fyrir á date, ég er ekki að djóka 4-6 vinkonum Önnu. Og ekki eina þeim. Já, kannski ég hafa flestar að fíla hann, en ég skil ekki hvað hún gerir. Það eru bara eitthvað, shit, hann er fucking heitur, ég er svo fucking til í hann. Síðan er bara, kemur Kitty, tekur galdabræði og þær eru bara eitthvað, ha? Og bara, jep, puff, mér langar aldrei Shit, að ég tala. byrja að svitna maður. Ég er að fara að negla í þannig, sko, svo fari ekki til handtökum. Hann er reverse pussy magnet, sko. Þú veist, what? Tegur galdrabræði sem bara lætur sig bara hverfa? Þetta er eitthvað, þú veist, ég held að Kitty að bara sína mér bara, þú veist, þú ert ekki að komast upp með þetta, hann að skinka henn Shit, hvað er á það? og bara, og lætaði bara, þú veist, hata sig. Já, þetta er allt eitthvað, shit, Við maður. sko tala um það eitthvað allar gæluna búin að blokka hann, sko. Ég lendi einum daginn. Nei, ég er að fokka svona. Það var stelpa sem senda á mig, eitthvað vinkun, eitthvað stelpu sem ég var að hitta, eitthvað. Heyrðu, hún á ammali bráðum, mér langaði að fá svona ammaliskvæði frá þér og ég bara, hún kærasta, sko. Og hún var eitthvað, hvað, skipti það eitthvað máli? Ég eitthvað, nei, hún bara, nennu bara að taka myndband og segja til hamingju daginn. Ég bara svona, shit. Það var með ígóðu mitt, skilur, og þurfti að vera bara svona, ég þarf að koma vel út úr þessu, ég senda eitthvað Anna. Hæ, Anna, til hamingju með daginn, Anna, ég ætla bara að minna á að þú blokkaði mig svo ég get ekki eitt honum með þér og Anna. Ég var svo mikið á svona mómenti, sko. Ígóðu eitthvað, það er svo Ígó og Hákon eftir þetta með bardaga, skilur. Labbandi upp á öllu bara hrósaði mér, þetta er hræðilegt, sko.
Þú ert svolítið aðbyrðisamur út í hrósi hans Hákons en þarft mikið hrós sjálfur. Já. Takk! Ég ekki að segja neitt hérna fucking barða. Það búið að vera svona gegnumgangandi djók í vinahópnum að vera bara hvert sem við förum erum við bara eitthvað hey, do you know this guy? That's Celebrity Kong. Celebrity Kong. Ég tók sprettinn í apótekjum daginn. Það var bara minnst ekki hver þetta og það var bara ég var horfinn. Þetta bara ekki alltaf lægi. Sér bara hvað í þokkanum MMA og Cage Steel. Bara ég veit það, ég bara ekki neitt skilur. Lendur aldrei í því og kannski bara veslaði í krónunni eða eitthvað og kíkir á prepparinn og þú veist þið stoppaður og bara Herru, ég getur þetta sagt að var það ekki í gær? Jú, hún ringdi við vorum að tala saman þetta gerist. Já, þetta fyrsta og eina skipti sem ég lendi í þessu en þá var ég að tala í síman og veist, með leiðins ég væri the shit. Nei, ég var að tala í síman og jú, ég var haldandi á ís og rjóma fyrir að púa mig til biskofís og og ég að tala við Kitta og haldi hérna bara eitthvað einhver gæi, mér er ógeðslega illa ef þetta eitthvað sem ég þekki síðan en ég veit ekki hver þetta og síðan hann á lappinn og ég eitthvað að tala um Kitta og haldi hérna hei, til hamingju með bardaðan og ég bara trúði ekki á hann að tala um mig, ég sný mig við og þá hann bara, til hamingju með bardaðan maður og ég bara, wow, ok, það var, takk Hann líka með svo mikið athyglisbrest, hann tekur ekki eftir þessu og það við erum búin að vera náttúrulega mikið í fríi og það ég hætti að vinna skilur alla daga og byrja að vinna bara minna og þannig við förum mikið í kringluna saman núna að redda jólagjöfum og eitthvað það er bara ángrínslið að labba á veggi við að staða Hákon fólk bara, það er bara snýr upp á hálsinn á sér þegar það sér Hákon það er bara, what? Menn að pæla þessi hver segir ég svona? bara sjá lið, bara labba á veggi og detta á bekkjum þegar það sér Hákon Bekkjum? það var ekkert eðla mikið mínus orða það er svona bekkjur út alla smárlendina Hákon sem labbaði bara á bekkjum og datt fram fyrir sig og ég var bara svona, Hákon ég hef bara byrjað að fela þig og ég byrjað að labba þetta svona fyrir framan Hákon svo að sjáist minna upp á bara þjóðina Já, þarftu ekki bara að fá þig svona stór sólgleru og turtleneck og húu og eitthvað þannig að fólk bara hætti það ekki þig Jú, ég held það sko Þetta er svo mikið, hvað er að segja? Þú veist bara að þú leggur skilur bara heilsu fólk sem hættu skilur Kitti byrjar að vera bara með áhrif á að láta fólk syngja með raskatur eins og núna Hvað ætti þessi byllist þér Ég er bara spitting facts En þið alveg sjáu hvernig þetta getur gerst skilur þið sjáu bara þennan gæja að labba ykkur starf inn og þið myndir náttúrulega bara þið myndir líka gera þetta bara snúa upp á ykkur og horfa á hann og labba á næsta vegg Ég siti hans þar og er smá feitur og í jólapeysu skilji ég er saklaus Ekkert saklaus Ég er svo óþjóð sko sveittur Litli gremlingið þinn maður Hittum Pretty Boy Choco daginn sko Ég hef aldrei hann óþægilega Hákon bara eitthvað við löpum hann inn á Pretty Boy Choco og kemur að gera röddina og segja nákvæmlega sem hann sagði Ég? Já, þú náður henni svo vel Ég man ekki Hvað var eitthvað svona Hei strákar, þið lítið út þessu svona lyktagæjar Þið eru Pretty Boy Chocos man og við snúum okkur við og Hákon strax bara eitthvað ó Kitty og ég bara eitthvað sé hver óþægilega að segja upp á þetta og enginn fyrir að hlæja ég svona hvað ég gera Hákon eitthvað mér langar þetta að fá mynda við ykkur saman og ég bara ég svita kasti inn í Hauku bara eitthvað títra bara fá mynd og ég bara ég vil ekki láta sjá mig aftur svo veist ef þið halda að ég ger hann óþægilegan Og þessi mynd til? Já, þessi mynd Við til erum báðan að senda. Já, bara ég skal senda ykkur Já, hans takk fyrir það. Er það Kitty og Pretty Boy Choco? Ó já Þetta er Pretty Boy Choco og Og ég Kitty með æða enn á sér við það hún var popping out sko. Jaha. Já, þetta var Það var stressa Já, geðveikt ég var spæði að dundra í nokkrar viltu frekar? Hvort myndir þú segja? Já. Gistu það. Já þetta er svona gleymdur og grafin dagskráliður sko náttúrulega podcast í ykkar staka, ég glemdi því sko en ég kom með nokkrar spurningar þeim ég báði svara sko Vítu, er þetta að það settu krumma í og hann talaði eitthvað um einhvern örn með titling Já, það er mjög erfitt að spyrja krumma spurningu Ég á veit. þess að hann tala um örn með titling Ég veit það en já, kannski text ykkur að standa smátið sko en hvort mynduðu frekar við alltaf með svona pínu kláða í kynfærunum eða alltaf að stinja þegar þið fáðu ykkur sæti Stinjaðu sæti Já, Já Já, Geðvikt ég held hvernig Það getur bara kósi Fokk já Í kór líka myndi gera þetta saman tíma bara Þrítvinir Þetta er svona kallakórin skilur Geðvikt Þetta er bara geta konnakórin Það fyrir ekki fram með einum
fyrir ekki fram með klæri til hann, sko, maður bara lappir í hægum, maður, dæn, þessi guður með eitthvað, herpes eitthvað, þú veist, annað er bara síðast niður, Vá, ég bara, mér fannst það, ég var svona að skrifa það og ég var svona, þetta alveg pínu óþægilegt. En þið voru bara tilbúin að óna þetta bara. Já, stjóka, Við gerum þetta. við ónið, 3, 2, 1, Þú veist, þetta er nýja þingið, sko. Ok, bara fengið þetta ekki frá mér. Hvort mynduðu frekar vera gripin í bólunu af yfirmannum ykkar eða foreldrum? Býta þess, gripin í ból, Já. af hverju, ég skil ekki segja. Í rúminu, í beddanum. Já, ég off record, ég veit hvað það þýðir, ég fullar maður. Komstu bara, nei, gripin í beddanum? Ok, hvað sagði, af vinnumannu mínum eða? Eða af yfirmanninum eða foreldrum? Yfirmannu mínum. Það er sant. Já. Erum við ekki að tala um Jóku, eða? Hún er bara svo ljúf. Já. Já, hún er bara ógsta næs, ég myndi bara gera Þetta er ekki að segja fóreldrum, eða? Nei, guð, ég bara held að ég myndi bara, pappi myndi deyja við það. Hver, ég segi bara mamma, please, skilur, bara all Új. day, sko. Já, ekki. Því að við erum svo tætt, maður, ég segi henni allt, maður. Shit, sko. Það er svo óþarflega tætt. Já, þú veist, maður segir Oh henni my allt, god, skilur. hætti þessu bara. Já, þetta verður svona, skilur, ég veit bara, Kitty, hvað þið gera? Og ég er svona sest upp, og Já. hvað, mamma? Þú veist, banka, skilur. Já. Herru, einu alveg á lokum, hvort mynduðu frekar geta bara kysst með galopin augun eða bara kysst með tunguna, þú veist, langt úti? Ég veit nákvæmlega hvað Hákon var að segja. Hann var að segja með tungun úti, því hann gerir það. Maður sýnir það í mig, Hákon. Jú, Hákon, bara sleikur loftið, skilur. Nei. Sko, galop, þetta er bæði hókslega skemmtilegt, sko. Ég geri segi bæði. augun, sko. Ég geri bæði, ófeimnilega. Það er stílinn. Það er alltaf slelli með opin augun, en koss með... Það er eitthvað, setjum mér að sparki í þetta, sko. Að vera með galopin augun. Já, ég meina, akkur viltu ekki sjá neitt? Býta eins, með samt bara svona opin augun eða krumma opin augun. Krumma opin augun. Já, Heiðu, ég segi tunga. líka, veit ekki allir hvað það Shit. Hann er bara, sko, það maður getur sagt mér að fokka mér og ég er bara ok. Hann er svo dominandi, þetta er magnað. Krummi? Já, þetta er bara, þú veist, ég maður setja hliðin á hann og ég er bara rétt upp hendið til þess að fá að tala, sko. Já, ég man því. Já. Það tala að margir þetta, sko. Ég finn þetta ekki, sko. Er ég bara svona vittlaus? Ég held að þetta sé hermaðurinn í krumma, sko. Já. Hann er alltaf svo þróðbeinn í baki og einhvern veginn svona að sorta dominance einhvern veginn í gegnum það. Ég á mynd á honum úr keppnisverði, sitjum á Nandos, þar sem hann lítur nákvæmlega út eins og Conor McGregor. McGregor? Krummi, ég sagði Krummi eitthvað, tjekka og lítur út eins og Conor, en hann var eitthvað, aldrei segi þetta aftur, ég vil ekki sjá þetta aftur og ég bara, fyrir ekki, og ég bara labba út, það var ógeðslega óþægilegt. Þú fokkar ekkert í Krumma. Nei. Í crumbs? Já. Breadcrumbs? Raffin Threnson. Já, sko, það var uppgöt að krumma í fyrst skipti, það var bara einhver annánser að kalla hann inn í búrið. Já. Raffin! Var það svona, heitir ekki Krummi? Það veist, hver er Raffin? Threnson? Greið einhverjir. Eru fleiri spurningar fyrir þér? Biggi minn. Nei, ekkert svona sérstaklega, sko. En hvernig ganga jólainköpin og svona? Hafið þið bara endurlega tíma til að vera prenta út myndir af saklausu fórnarlömbum og... Með þetta, ég bara græði þetta klukkan 7, við lögum að stað hálf 8, þannig að þá var ég eitthvað, amma, áttu ekki ramma fyrir mig? Hún hefur bara rifið út einhverja gamla fjölskyldumynd. Ég sé það. Já, og segja ekki, það er eitthvað starf á þessu svona hólkaði tímfélaginu og... Brúðkaupsmyndinni fyrir baki. Shit. Það var okkur ógeðslega jammynd af mér, sko. En nei, við höfum ekki tíma í neitt og þessi besti vinnur mér, hann getur ekki hjálpað mér í neitt, skilju. Ég er bara alveg hreinskilinn, ég er ekki búinn að kaupa eina jólagjöf. Hvað ætlar að gefa önnu jólgjöf? Ég er bara að segja hér. Já. Nei. Jú, þetta kemur úr 25. Já, við ætlum að gefa þetta úr 27. 27. Það er afmælisdagur minn. Já. Holy shit, ég á afmæli 27. Ég gefa eina gjöf og það er til Hákons. Já, shit. En það var sko... Já, já, þannig að... Látið að flakkast það. Það gaf mér iPad. Já, í staðin fyrir að borga með laun. Rosalega. Í staðin fyrir að borga með laun, þá ákvað ég að gefa Hákon iPad þetta til þess að byrja að sé. Og gaf Hákon mér tölvuna sína. Í alvörunni? Svo ég
fór daginn og keypti iPad fyrir hann til svona pay up the debt. Já, það mjög fallegt. Já. Ekki. Hafið þið dokkað? Hvað það? Hvað? Það svona þegar maður setur tippin sín saman Gauð. og renni fóruðinu svona yfir á tippið af vinnum sinum, hann renni fóruðinu svona yfir á tippið sitt. Kitty, bíðaðis, ég En við fórum eins og í pottinu. Nei. Bíðaðis. Ekki, nei. Jú, Nei, Hákon, nei. þetta er saga sem ég... Hann er alltaf bannað mér að segja þetta. Kitty, bíðaðis. Ég ætla bara að fá það reynd, það gerðist ekki neitt. Jú. Og mér finnst ógeðslega að finna. Nei, ég veit, sko, Þú veist söguna sem þú segja. Ég sagði að þú kemur alltaf. Bara, Kitty, ég sverða, ég mun ekki tala við þig og segja þessum sögu. Ok, það sem gerðist. Nei, Kitty, treystu mér, ég mun hefna þig við sko bíladæmi sem gerðist við þig alveg fyrir nokkrum árum, sko. Já, við Já, fórum við bara látum að flokka í spókist. Það var bíladæmi? Á ekki bara að segja? Jú. Ok, vítu. Ég Nei, Ég veit ekki um neitt bíladæmi. Ég var alltaf Nei, fyrir bíladæmi. ég þarf að byrja að segja. Nei. Já, Við hegjum ég- báðir. Já, sko, ég skal segja það. Ok, ég var að segja þetta bæði ógislega svona fallega. Já, Nei. jú. Kitty, Hvað menið þið? Þetta er podcastið sem allt er látið Sorry, mér flokka. langt mikið að segja þessa sögu frá mér og þér eftir pottin. nei, gaur, ég sverða, þú ert ekki að segja þetta. Það er ekki sant, sko, ég er að láta hljóma þess að þetta sé eitthvað skiljið. En þú veist, núna er allir hlustendur bara, oh my god. Það sem gerðist. Nei, Það var bara miklu verra að segja það. Tísa Sex. þetta bara, síðan komum við aftur, þá getur við sagt það. Þú mátt ekki segja þetta, ég er að tala við þetta búið, sko. Ég hef ágjör að þið fer að ritskoða þessa sögu, þú veist, ég vil fá það Nei, núna bara. Kitty, Já, ok, Kitty, Hvað ég er er bara bara fyrir fallega það. út- Ok, býta þess, ég skal ekki segja þetta, en Hákon, ég hef oft ætlað að segja þessa sögu, þetta mér finnst það svo ógeðslega fyndin saga. Og hann er alltaf verið bara, nei, þetta gerðist ekki og þetta er ekki svona og bara ekki segja þetta. En svo Nei, það sem gaur, gerðist. ég er bara hættu, skilur. Ég er bara að pyrra Og þér. verður Ég er bara að segja, gaur, hann er bara að segja þetta svo oft. Og leið mér bara að segja hennar sögu til að hann að láta það hætta þessu. Ok, eða það við sleppum báðir. Nei, ég get sagt þess að þessi fyndi. Já, Nei, hvað er það? mín er fyndari, sko. Nei, ekki mamma og bíddu? pappa sagði það, sko. Nei. Heim með mér. Nei. Ok, þá sleppum Það er við þessu. ógeðslega þægilegt. Þá sleppum við þessu. Ok, Ja. þú sleppir, mér langar Nei, að segja. Kitty, hættu, ég sverða. Ég dref. Ég hætti að tala. Við töluðum það, Hanna, Kitty, árum mættum Kitty, hættu. Ég sagði, við tölum það árum mættum ykkar að svona banna það. Já, ég Svona bann- við. það er bannað mínus óra hvern annan. Hversu, þú veist, Kitty er það. Pæli, þetta er einu vinu minn. Af öllu vinum mínum, það er ég að tala við áður en við fyrir að gera eitthvað. Ég er að stundum bara, heyru, núna erum við að fara í svona aðstæður, við bara segjum svona, við gerum ekki svona, Nei. við bara, ok, það er eftir góðu. Af því að, þú veist, Við ákveðum bara mínus Kitty, óra hvern annan. bara, mamma og pappi horfur öðruvís á mig. Út af Nei, þessu eitthvað. hætti þessu. Má ég... Nei, Það er svo- Kitty, það sem ég er er bara komið. búinn að segja, ekki búinn að Það er segja. eitthvað sem gerist í pottinum, það er eitthvað sem gerist í bílnum og svo er eitthvað sem gerist með fóreldrum ykkur. Sjá okkur. Þeir eru... Hún er bara að spytta öllu út í hana. Nei, ég ætla ekki að Ég segja held að þetta væri allt bara moment á mitt okkar, sko. Nema þetta það sem gerist eftir pottin. Hvað gerist eftir pottin? Það gerðist ekki shit. Fóruð þið sleika eftir pottin? Nei, ói, Þetta er... nei. Þetta... Hvað sagði þú? Bengur þið í pottinum? Nei. En við getum orðað það þannig ég dæðist næstum. Búið. Já. Djók. Þessu teipið á Hákonu bara beint í Ertu eitthvað rugglaður? Ói. Sko þá... Hvað sagði þú? Ég sagði ekki nei. Slapp bara. Nei, en við getum þetta sagt að við eigum vin sem hefur gert það, ekki reyni vinánum, en í skólanum. En sko... Kitty, býta þess, nærmar bara hægt. Sorry. Ég sverða það, þeir eru að sjá mig unfollowan og hægt að tala Sko, það. nei, það gerist ekki. Með hvað? Með að ég fengi titlingi allt þetta af mig frá þér. Ertu, nei. Það gerðist ekki. Ég sver upp á líf mitt að það gerist ekki. En ég... Shit, hvað þú eru allt óþægilegt. Shit. Það er heitt í þinni, sko. Nei, ég... Gerðist þetta svo aftur í bílnum að þú veist ekki titlinga annar. Ha? Heyri, nú skulum við bara fara yfir eitthvað annað. Nei, maður. Getum ég við vil rætt eiginlega annað? segja það Nei, ég veit ekki. Nei, Kitty beilaði, þá beilaði ég. Já, ok, það er fallegt. Þeir voru næstu búin að hérna jarða hvern annan bara. Já, ég skal sko segja eitthvað, ferillans Kitta væri, ef það hefur komið út, sko. Og ferillinn hans konna væri... Nenna að gera hljóði, ég get ekki gert það. Hvað meinarðu? Nenna Það var sko, að gera hana... Já, ferillinn hans konna væri bara... Gera núna.
Félans konna væri bara Hákon, gerðu svona þegar ég er búinn að segja Félans konna væri bara shit, við vorum ekki að tala um það oh my god Hvað er hann að gera? Hann að reyna að play ball. En þú varst orðinn vel stressaður, Hákon, að hann væri að fara að spitta einhverjum sögum sem hann mátti ekki, af því að ég sagði hóta Kidda, horfa svo á upptökugræðina. Ég hæfi kannski brotið þetta, ég hæfi, Ég sá þig með hræðslunni í augunum bara, horfa á mixerinn bara, maður veist þú þú veist, náttúrulega við erum 4 í flottum vinahópina og við höfum allir verið í einhverjum gýrum, skiljið. En já, ég mjög ánægður að Kiddi, þið veit ekki shit. En einn daginn, þá ég ætla að fá að segja það sögu eða það gerist einhvern tímann. Og það ekki dag. Málið er það, þú myndir örugglega ljúga með hana út af þetta eitthvað frá þér yfir á mig. Þetta alveg eins og... Þetta var, ég skil ekki, því ég tengist þessu sögu, en Kiddi tengist þér ekki neitt. Ekki neitt. En Kiddi var ekki á svæðinu, eða? Var Kiddi ekki í potinu með? Hann var að filma. Nei, þetta var, þú veist, ég bara, þú veist, þegið. Þetta er bara alveg eins og hefði hann sagt hína söguna, hefði ég verið eitthvað neikur, þú veist að ljúga og alveg eins hefði ég sagt þessa sögu og hann er eitthvað neymaður, þetta er ekki svona. Ég segi hvernig hvað Kiddi gerist nú. Hérna, nú er komin hiti, skiljið. Nú þið bara, þetta sem við vildum, skiljið, og ég að leyfa það að gera, sko. Hann er örugglega að ljúga núna. Kiddi leikur sér að segja eitthvað sem ég bara að segja, heyrðu, ekki tala um þetta, eða eitthvað, skiljið, veitir hvað hann gerði? Þú veist, hann hefur næstu skemmt sambandið á milli, mín og kærastunum minnar. Það er náttúrulega reynt. og sagt eitthvað um mamma og pappa sem hefur aldrei fyrirgefið mig fyrir. Og veist, það er svo mikið af hlutum. Shit, ég man ekki alveg hvað það er, sko. Ég skilja okkur í sit með hann. Þetta bara... Hann er að taka gullu limmuna heim. Ég fer 1 ára auðvitað þurru minni. Ég veist þess að þið þurfa að fara í svona hjónabandsráðgjöf. Við erum búin að því maður, Jesus. Heppninni með okkur, að ég og Biggi erum með mynd að hefja svona hjónabandsráðgjöf. Nei, ef við ekki svolítið rappa þessu upp, Kannski bara svona rétt svo, þú veist, hver er næstu skref núna hjá þér, Hákon? Nú náttúrulega, þú veist, með þetta klikkaða knockout, þú veist, alltaf snúa tilbaka strax í mars, það er búið tilkynnað að vera næsta karakter 29. mars, langar að koma bara strax aftur. Ok, gaman að fá almennilega spurningar maður, það er léttir, sko. Ég er að djóka, það er verið að skoða, mars, ég er 100% til, já, en það er verið að skoða, EM. Í febrúar. Þannig að það er bara vonandi ekki með grænt ljós það, sko. Þá getum við bara bombað EM og ef ég er ómittur þar, þá bara mars líka, sko. Já, ok. Reyna að taka smá bombu bara í, mér langar alveg bara að drulla mér, bara klára upp í svona 7-8 bardaga og fara bara bomba með pró, sko. Þannig að, já. Hvað getur þið tekið marga bardaga, þú veist, ef þú fer alla leið á EM? Er þetta 3-4 bardagar, eða? Já. Þessi 4. Já, örgulega bara 3-4. Okay. Þetta er örgulega 3-5 og þetta er vika sem er bara digg. Ok. Þarftu eitthvað svona að buffa einhvern mjölnistrák til að útljá hver fer á EM, eða? Ég veit ekki hvort að þeir séu með eitthvað í 70 kg núna, sko. En ef það bara, já. Það er náttúrulega, let's go. Er það alltaf same day weigh-in á EM og vikta hverjum keppnisdegi? Þannig að þú keppir raunverulega í þá lightweight frekar en featherweight. Já, 70 kg, sko. Ég get ekki farið í 66. Nei, einmitt, ok. Ég held að það væri bara ekki hægt, sko. Nei, einmitt. Og Kitty, hvað er næstu þér, annað en strætóin? Já, hvað sé þetta? Kemur út 27. Já. Ég er að gefa út jólalag og jólamyndband með því. 23. Já, herru, það heitir Jólin án mín. Þetta er ekkert eitthvað sem er að fara eitthvað á Spotify-kina neitt þannig. Ég ger alltaf jólakveðju árlega, í staðinn fyrir að senda bréf, þá ger ég myndband, eitthvað fyndið myndband. Nú samt ég jólalag og ger tónlistarmyndband með því. Já. Ég er búinn að ljúga mömmu og bara allir fjölskyldur mín að ég get ekki verið hjá þeim jólin, svo bara á föstudaginn er ég að rúlla norður til þess að surpræsa þau og rauninni bara spila þetta lag frumsýna. Svo bara eitthvað, ég veit ekki, eitthvað myndband að gera í kringum Hákon, það er örugglega næsta. Ég ger ekki annað en að fróa mér yfir honum eitthvað myndband á honum. Það er alltaf eitthvað þannig. Já, hljómvel. Þú ert svolítið í tónlistinni.
Nei. Jú, þú gerðir svakalega banger hérna. Já, hann Horny Nonni lagi. Já, Horny Nonni lagi. Horny Nonni. Geðveikt lag. Þú ert bara að nota AI í voðalega margt, greinilega, er það ekki? Já. Notarðu hérna Fyrirtæki hans AI. Já, Það er ekki alveg, sko. Ég er að fokka, ég er En að tjóka. ef við búin að fylgjast með jóladagatalinu mín núna, ég byrjaði á Hákon upp á búri með eitthvað jólahatt, svo tók ég Jónatan í eitthvað svona jólabúningalapp út, svo Aron Leo að tjóka bangsa. Morgun er Aron Kef, sko. Þetta er bara, ég nota AI mjög mikið, sko. Þetta er gott forrit, sko. Gott koncept. Geggjað, herru, ég ætla að slá botnin í það. Þar sem að þeir eru hættir að svona spill the bad beans. Já, sko, Ég var eftir að slást í einn podcastinu, sko. daginn fáið að vita hvað gerðist eftir potinu, en Það var, þið fáið ekki vita það núna. en það var í sturtunni. Það var í sturtunni. Hættu, Kitty, þetta er ekki fyndið. Þú veist, að því, þú veist, skilji... Ef við gískum, munið þið segja okkur ef við gískum rétt. Ég skal bara leyfa Hákon að svara því. Ef ég gískum rétt, þá segið þið já. Okay. Já, ég skal svara því. Því að hann var að kíkja ykkur í kollið hans og kjafta því. En ok, komum með það. Ég ætla að gíska að þið voru að gefa okkur með hann golden shower. Pissa okkur annan. Ertu eitthvað rugglaður? Já, sko, við erum... Það gerist ekki Sko, sturtunni. og Kitty, ég skal bara segja eitthvað eitt sem er, eitt sem má koma. Ég og Kitty eru sko nýbyrjar. Ertu eitthvað rugglaður? Golden shower. Ég er í sturtunni. Það er samt alveg, En mér finnst bara ég svo- og Kitty höfum allan heyrt sko að í svo handboltaliðum og þetta er eitthvað sem er ekki stemming emma, en Ég hef það er heilt að tala um að ég þetta sem dálítið mosóstemming og út í Já, Vestmann. Þetta var mikið í að gróttu í míga gamla daga, sko. og fá það á hvern annan. What? Ég- Fá ég- það? Já, við heyrum það frá Já. einhverjum Já, úr Vestmannaeyjum. Vestmannaeyjum, sko. Ew. Þetta er bara, sorry ef ykkur erum það að hlusta. Það er ógeðsleg. En hvar er stemmingin í Reykjavík emma? Halló? Nei, ég er að fokka. Ég er að... En það? Við strákarnir í fótboltanum vorum alltaf að pissa okkur annan í gamla daga, sko. Býta aðeins. Mér líður samt eins og eitthvað svona hafi gerst. Hjá okkur. Nei. Það er eitthvað, það er eitthvað svipað, sko. Sorry, ég veit, moslíkar eru ógeðsli, sko. En ég og Kitty erum flotti moslíkar. En sko, ég hef oft bara pissað í flössunum. Þetta eru front. Já, heyrðu, leið mér þetta að segja það og síðan mútu wrap it up. Sko, ég er alltaf að býja í skúr og þú veist, og ég og Kitty, áður en ég flytja út, þá vorum við alltaf að gista hann inni og þar var Kitty bara að míga ég fór bara út, sko, en ég hef bara séð Kitty bara pissa í flösku inni á mér. Það var helviti sveitt, sko. Hellaði svo út úr gluggan, sko. Já, ég ekki bjóku í stelpinu með múkuna. Þetta er ekki rétt. Nei, ég er að djóka. Hákon var svo graður sem Jóna Takk Hill, sko. kærlega fyrir okkur. Þannig að þið fórum sér bara saman í sturtu eftir poti. Og var þar ekki gerðust þannig. hlutir. Já. Kitty, Good God. Eru þið tilbúin að hætta eitt á rekka við segja það? Nei, Kitty, þú færið ekki að segja það, en ég segi það, þú veist, hérna, Kitty var bara með ykkur kellinga það og, þú veist, og býtu, ég get sagt, nei, ég er að djóka, ég ætla ekki að segja. Einhver kelling sem veitir Konni. Nei, djók, heyri, hvað, Ég er ekki Konni. Ég get ekki sagt meira, sko. Nei, þetta er geggjað. Ári Það er var tjóðan lamin. hlaka til að fá okkur aftur í þáttinn þar sem Já. við spilum all the beans. Aldrei. Það verður geðvikt, það verður geðvikt. Þegar fyrirlin er búinn og svona, og fyrirtæki fara á hausinn og allt þetta, það var svona, Já, þetta gerist í sturtunni. Mér hlaka til. Já, Hlustum við en það með allir bara ímynda sér nákvæmlega hvað gerðist og Já. líklegast er það rétt. Já, bara fill in the blanks Já, og... það er golden shower, bara gauð. En þetta var eitthvað, ég beigði Þegiðu, mig maður. niður í sjampóð og rótaðist næstum. Ha? Hæ? Mistur þú sjampóið? Ég megi á hann, hérna, ha? Nei. Ok, búið. Nei. Ég beigði mig. Nei, Kitty, hættu bara. Herru, hérna... Hættu, ángið, sko, ég tala ekki við þig, sko. Þetta er ekki það feimið, sko. Gauður, í alvörunni, nefnir að þegja. Ég ætla að bjóða mér hennar næst einn. Þið fáið að heyra hluti, sko, ok? Já, ég Takk fyrir myndi mig, takk fyrir mig. Gauður, nefnir geggjað. að hætta. Ef þú veist að ég byrði um að segja eitthvað, hafi þetta myndaðil. Ef ég byrði um að fokki segja eitthvað, af hverju heldur áfram? Er ekki allt í lagi? Gauður, pælt í því. Er ekki allt í lagi? Nei, sjáu hvað hann er ekki eftir lægi á það var vinnu minna. Shit, hversu glataði vinnu. Það er hiti. Það er hitti. Herru, hérna... Og ef þú heldur á hann, ég sverða og labbar heim, ég tala ekki við.
Ég hættur í dag. Þetta er tröstning, sko. Já. Þetta er besti þáttur sem það hefur gert. Já, var ekki jólastemming, þetta er að plotta, sko. Kemur út á ammálinu mín, sko. Já, herru, ég ætla að slappa áttin í það, 15 notan. Það gerðist ekkert. Nei, einmitt. Það gerðist ekkert. Jók. Hérna, já, ætla þú að rappa þættir, við mútið take it away, kannum minn. Já. Þannig að allir að unfollowa AAC. Já, fokka. Ég er að djóka. Þú ert með Tjekkja á þeim, þessu, sko. tjekkja á þessu, takk fyrir okkur. Ég er að setja á því, ég er ekki að horfa myndina. Já. Ég er allir... Segðu þú maður að tjekka myndbandur þig frá aðtiluðu þarna fyrir. Já, hei. Tjekkja á hérna öllu þessu dóti. Þannig að myndbandinu sem var að koma ferlinum að sákoma. Já, takk. Love you guys. Checkið á- Heyri bara, verðið ykkur að góðu, bara íslenska þjóð. Bara verðið ykkur að góðu. Já. Og hoppið á H-Kong lestina. H-Kong lestin all the Let's go way. byrja. H-Kong lestin all the way. Herru, 5. lótan óskar öllum landsmönnum gleðilega jóla. Og Celebrity Kong líka, geti líka. Já. Sjá, hann er að reyna að laga þetta. Já. Það er ekki farið um það. Ég er að stóða upp í hægum. Celebrity Kong óskar líka öllum gleðilega jóla. Já, ekki jólinn maður. Já, það er jólastemning. Það verður stíf dagskrá hjá okkur aftur framundan. Það kemur Kryddtíldin er næst og svo náttúrulega bara hérna áramótaþáttur. Ég er spenntur fyrir honum. Áramótaþættinum. Þú ert búinn að tísa mig smá. Ég Já. er spenntur fyrir honum. Það kemur annað kæristupar í þáttinn þá. Nú, Hver? Nú, ok, ég held að Ég vera hlýt að fá að vita Þá er ég ekkert spenntur. Nei, það Það er par toppar mitt par. það er boxpar. Box. Nefalega par sem verður áramótaþáttur 50 lótunar. Ó, ég var svo spenntur fyrir hugmyndinu einu maður. Ég er að fokka. Hvaða hugmynd? Hver er þetta? Þannig að mér langar ekki að, hún sagði mér þetta í gær. Þannig að upp á skurðstofu hefur ekki að koma. Ég man ekki hvað. Hver er þetta? Er þetta bara áramót á annálun okkar? Það sem við Nei, veljum... það var ákveðin einstaklingur sem átti að koma í. Já, Já. hann er ekki á landinu. Já, ok. Já, Og komst ekki. Annars var ég ógeðslega spenntur fyrir því. Já, Já. hann kemur bara hérna, það er bara gest nummer 2 eða 3 á 9 ári. já. Það er Geðveikt. algjör negla. Geðveikt. Herru, hérna, ríkilega gaman að fókust okkar. Verði ykkur að góðu. Hvað ykkur svona, það er búin að vera mjög erfitt að segja bæ. Já, shit. Ég ætla heima. Sorry. Þið erum að heyra mig hérna fyrir utan. Hvað fucking er hérna þá? Nei. Já, ég vil bara biðjast afsökunar. Já, og svo hérna getur við leiða á kottanum í nótt og svona hugsað allt sem þú varst að segja í þættinum. Ég segja þér, ég kem alltaf verið út úr þessu fucking podcasti, sko. Og hérna, svo lakka til að fá hana önnu. Já. Það verður gaman. Já. Nú veit ég ekki hvað að meina með þessu. Nei. Akkur er gaman að fá Hvert önnu. viltu fá hana? Getum við fengið sko Oj, önnu og maður. bygta saman? Biggi, þetta hérna er ekkert að halda þér. Það er ekki ekki að gleðileg jól öll sem vil Og verði ykkur að góðu. verða Takk ykkur góður. kærlega. Farsælt komandi ár og allt þá. Takk fyrir okkur. Þú ert ekki að segja neitt, sko. Það er búið.